hvernig gastu hugsað þér að kjósa Donald Trump, en ekki Kamalu? Þá heldur þú ert að kjósa Trump að því þú hatar konur og þú vilt banna fóstureyðingar. Nei. Stærsta kosningamáli mitt var bara að skera niður hjá hinu opinbera. Og mér fannst Trump líklegri til að gera það heldur en Kamala. En stærsta kosningamáli þitt var sjálfsákvörðunarréttur kvenna. Þannig að við erum kannski bara sammála 8 af hverjum 10 hlutum. En við vorum ólíkar forsendur fyrir því hvers vegna við vorum að kjósa. Og sama hér, ég held að þessi rosalega mikið af fólki sem til dæmis að kjósa miðflokkin, af því að bara miðflokkurinn lang líklegastur til þess að vaða inn í þetta svaðalega matrix og það bara endalaus útgjalda aukning. Og þeir bara halda áfram að skattleggja fólk út í hið óendanlega án þess að líta nokkuð tíman á okkar eigi bókhald. Rosalega margir, ég ekkert að kjósa miðflokkin út af einhverju regnbogafánum, ég að kjósa það út af þessu. En svo þú orðinn maður sem á móti, jafnvel bara á móti samkynhneigðum. Það hefði ég haldið. Sölvi Tryggvason, til kærlega velkomin. Já, þakka fyrir. Sjá hérna hvort að myndin sé ekki hérna öll í orðinu svona. Hvað þetta? Bara þú notaður orðið meinhægt. Já. Það er ekki ágætt. Tökum því, jú, bara 100%. Við vorum að tala athygli. Hvað var erfitt að einbeita sér? Já, nú ég bara að tala fyrir sjálf mig, ég trú sem ekki tala fyrir aðra, en mér finnst ég svolítið verið eins og froskurinn í pottinum sem að soðna hægt og rólega en hann tekur ekki eftir í það þegar það gerir svo hægt. Já, það hérna lagast mækið, byrja aðeins. Já. Þetta svo froskurinn, segirðu? Já, því Af hverju þetta soðna? Nei, því ég ef ég máta mig við bara hvernig hlutinni voru, ég nógu gamall til þess að muna eftir tíma áður en að interneti kom. Og síðan alltaf áður en að snjallsímandi komu. Að ég pæli stundum í þessu þegar ég fer í fargöðuna, þá tónlist. Og maður í raun og veru að hlusta á tónlistina og hlusta á textana. En í dag, þú hlustar á tónlist, þá er alltaf að gera eitthvað annað. Það að lesa, ég ætla bara, ég bara að tala fyrir sjálf minn, ég ætla samt að giska á að ef þú færir núna út og myndir láta meðalmanneskjana hafa bók og segja bara, byrja að lesa þessa bók. Ég held að svona 80% af fólki myndi eiginlega ekkert geta það. Því athyglisbanið orðið það lélegt og lítið að þú þarft að vinna þau upp í það. Fyrst þarftu bara að lesa sömu blaðsíðuna aftur og aftur til að ná henni inn og svo ef þú myndir byrja að lesa x marga blaðsíður á dag, þá myndir það kannski taka, ég veit ekki, kannski á 5. degi værirðu farin að ná svona sæmilegri einbeitingu. Þannig að þess vegna finnst mér, ég held að ég manna mamma mér hefur stundum verið ágætis mæleikar á þetta því hún reyndar komin í iPadin núna en hún var aldrei á internetinu og hefur aldrei verið á samfélagsmiðlum og stundum minnið hennar hún getur bara verið að rifja upp eitthvað samtal sem átti sér stað fyrir 15 árum og man þetta bara ljóslifandi og ég hugsa stundum vorum við einu sinni bara öll svona áður en að, ég byrjaði að tala að ég sá þessa bók hjá þér Horfin athygli eftir Jóhann Hari. Já, þannig að það alveg áhugavert að velta því fyrir sér því ég held að svona skilyrðingar við erum verur vana og skilyrðinga en það er kannski að gera svo hægt að við tökum ekki alveg eftir því en svo ef þú mátar þið inn í þú ert alltaf inn í einhverjum aðstæðum sem þú varst í fyrir 5 árum að þá sérðu, ég ekki alveg eins og ég var fyrir 5 árum Nei, ég hef verið svona aðeins að íhuga hvers konar út af því að núna svo rosaleg framþróun tækni. Ég bara grafískur hönnuður bara því ég kann að skrifa eitthvað inn í gervigreind og það er einhvern veginn alltaf sama sagan með allar svona tækninýjungar að segja fer allt í fjandans eða eitthvað þannig. Ég hef verið aðeins að huga að þessu hversu mikill þroskaþjófur tæknin orðin og hvernig það mun koma til með að aukast þegar sem við bara kunnum ekki einhvern veginn að gera hlutina. Það er svo skrítið og mér finnst það verið að gera svo hratt. Hvað finnst þið vera svona helstu? Ég held að eins og áður fyrr kunni fólk að lesa á landakort og rataði. Akkurat. Ég rata ekki lengur Einhvað hinn? Nei, ég bara Það er eitt af mér, maður hugsa bara hvernig fórum við aðeins áður en við höfum Google Maps. Ég bara skil það ekki. Það er óskiljanlegt. Já, en ég held að sé óskiljanlegt út af því að við búum ekki við svona þá krafta, jafnvel að geta sett okkur inn í svona. Það er einhverju leiti svona þroskaþjófur eins og hann nefnir í þessari bók þá tala hann um þessa horfna athygli út af því að
Við gerum líka ráð fyrir því að afþreying sé alltaf fyrir hendi. Manstu, hvenær fórstu síðast á klósettið þar sem þið bara leiddist og þú bara starður í loftið? Það reyndar ekki rosalega langt síðan, en þá gerði ég það einmitt út af því að ég var að fara að taka síman og hugsaði, nei, ég verði að geta fucking farið á klósett og það var alltaf með síman, sko. Já, ég nefnilega byrjaði á þessum daginn, svo hætti ég þessu, ég ætla að byrja það aftur. Alltaf þegar ég fór á klósettið, þá tók ég ekki síman með mér. Það er líka góð regla held ég að vera með bækur inn á baði, sko. Þá grípur maður frekar í það. Ég er samt, sko, mér veist að koma í svona, þegar þú varst að tala þegar maður er að vinna mikið og svona, að þetta er allir góða punktur hjá þér, sko, að ná að svitsa yfir í eitthvað annað. Já. Mér finnst það alveg áhugavert að pæli því svona, hver er leiðarinn að því að þú nærið einhvern veginn að setja niður og bara lesa bók, bara 100 blaðsíður án þess að vera að pæla einhver öðru. En ég líka sko nappa mig svolítið við það, en ég veit ekki alveg hver lausnin á því er, að þegar ég er að lesa bækur að þá man ég eftir einhverjum úr öðrum bókum og þá fer ég að spyrja gerfugrindina hvað ég er að hugsa og setja í samhengi við bókina, sem mér finnst alveg jákvætt líka, en það er samt aftur á móti líka það bara, síminn er alltaf hann. Já. En ég er samt múin að taka samfélagsmiðla úr símanum mínum. Okay. Það er alveg frábært. Það er svaka munaður. Já, ég er ekki með Facebook, ég er með, maður það taka Instagram út, sko. Já, Instagram í tölvu er ekki skemmtilegt, þannig að maður fer ekkert inn á það, sko. Einmitt. Og ég deletaði líka Instagraminu mínu, þannig að ég er aldrei inn á Instagram nema fyrir Facebook, fyrir hlaðvarpi bara. Herri, ég sá það, þegar við gerðum síðasta þátt hjá mér, þá ætlaði ég að taka það á Instagram og fann þið ekki. Nei, ég er ekki þar. Og það er svakalega þægilegt og ég saknaði þess ekkert. Nei, ekki neitt, sko. Varstu mikið á Instagram áður, eða? Ekkert svakalega, en of mikið að mínum mati, sko. Fórstu í einhver svona smá frákvæðarsenginni fyrst, eða? Nei. Ekki neitt? Nei, það var búið og það var gott. Já, einmitt. Það var mjög sérstætt. En aftur á móti þá líka, sko, þegar þú ert líka í þessum hlaðvarpsmálum, hversu há hlutdeild til þess að þú ert að fara að ræða við einhvern bara svona fréttivíkunar eða eitthvað þannig típið þættir. Veit ég hvort þú sér mikið í þeim þáttum? Já, einstökusunum. Já, einstökusunum. Hversu há hlutdeild af fréttaefninu sem þú lest er af Facebook og hversu há hlutdeild er bara af venjulegum miðlunum? Ég tek alveg mikið af Facebook. Já, ég var reynskilin, sko. Sko, ég hef alveg dreigið dálítið úr, þú veist, ég er ekkert fréttafíkill lengur, sko. Ég er ekkert mikið, en ég maður tekur hennar hring, kannski einu svona dag, skilur, þegar á Vísi, Deva á MBL eða eitthvað, 2 á dag eða eitthvað, en ég er ekkert mikið einhvern veginn að nota Facebook í þeim tilgangi að finna fréttir, sko, þannig ég myndi segja sér miklu herra hlutvöldu með bara beint af miðlunum, sko. Já, hann ræðir þetta með í þessari bók, sko, það er mjög margir og ég þar með talin sem er búin að ljúga því að sér, að þeir séu ekki símafíklar út af því að þeir eru bara að skoða fréttir. Svo er maður einhvern veginn, skilur, svo ef ég nappaði mig sjálfum bara, ég fyrir hann á Vísi, svo fyrir hann á MBL, svo fyrir hann á aðra miðla, RÚV eða eitthvað og fyrir hann við DVF, fyrir við heimildina og svo, þú veist, kannski langar að segja svona 300 eða svona 5 mínútur síðar þá er ég bara farin að sama cycle, sjá hvað þessi komið eitthvað nýtt. Akkurat. Og þú veist, það er bara sama og maður er eitthvað að refresha Þetta er bara áráttu kennt hegðun, sko. Já. Og meðal manneskjan selur sér að hún sé ekkert, af því það er alveg til fólk sem að vinna þannig vinnu að það er ekkert í símanum, svo kemur það heim og það er bara, þú veist, alveg börn, það er alveg til fólk sem er bara mjög lítið í símanum, nema bara til þess að taka símtöl og kannski gera eitthvað nöðsynlegt, en samt ætla ég að giska og, þú veist, þú bara ferð á biðstofu eitthvað þar, lítið kringu þig. Einmitt. Það er allir í símanum, þú veist, það er svona, tók ég einmitt tímabilið sem ég var að æfa mig í því, bara ef ég fyrir á biðstofu eitthvað, bara horfa út í loftið. Það er orðið automatist í mér endar. Þegar ég er á biðstofu eitthvað þannig, þá fer ég ekki í síman, sko. Nei. En Stefán Máni talaði um, sko, að þetta væri farið að vera svona, ef einhver er með bók, þá bara svona, djúlega þessi flottur. Já, einmitt. Nei, alveg, en samt sem aður, það sem er líka svo pirrandi við þetta, að óháð því hversum duglegur maður er að fara ekki inn á þetta og hana, að þá er þetta líka, þú veist, eins og þú varst að tala um á það með klóstferðinar,
þú veist, þetta orðið aktíft að gera, þú veist, ekki eða fara ekki í síman. Það að segja að það aðgerð að taka síman ekki með þér á klósett. Ég ætla einmitt, og þessum ætla ég að segja, ef að meðal manneskjan að úti selur sér að hún sé bara 0 símafík, prófaði þá að taka 24 tíma, slögt á símanum 24 tíma. Já. Ég ætla aftur að segja, þú veist, fyrir 80% af fólki það bara mál, sko. Já. Þú veist, þú væri bara strax eftir 3 mínútur. Ég voru gerðar einhverja stúdíur, ég ekki alveg með tölunar, mér minnir að sko, frekar svona, þetta ekki alveg nýlega tölur, sko, þetta meiri segja áður en að hlutinum voru orðnir eins og þeir eru núna, að það var minna af samfélagsmiðlum, að þá var meðal manneskjan kíkir á síman sinn 140 sinum á dag. Já. Og inn í því fólk sem kíkir mjög lítið á síman, sem þýðir að meðal manneskja sem aktív í símanum kannski ekki 200 sinum á dag. Þá er það að tala skilur, að þú ert sofandi 8 tíma, 16 tímar, 200 sinnum, þú veist, hvað þetta, þá 15 sinnum á klukkutíma, og svo náttúrulega einhverju klukkutímar sem þú ert að gera eitthvað annað, þannig að það koma kannski klukkutímar í deginum þar sem þú tekur síman upp 30 sinnum á 1 klukkutíma, 40 sinnum. Þetta náttúrulega bara áráðsíkjandi hegðun. Já, þetta það, og ég ástæðan fyrir að ég að tala svona þetta að ég hef þurft að skoða þetta svo mikið af sjálfum mér, að ég svona áreitisvíkill og alls ekki barnanna bestur og Hlaðvarpið í samstarfi við heitirpottar.is, hvort sem þið vantar saltvatnspott, hitaveitupott, kaldan pott, sánuklefa eða hvað eina í heita pottinn, þá ferð þú inn á heitirpottar.is og lætur græja þig. Þjónusta og uppsetningum all land og nú jafnvel hægt að fá sér smíðaðan sánuklefa, þar sem að þú færð sánuna nákvæmlega eins og þú vilt hafa hana. Það ekki hægt að setja verðmið á heilsuna eða samverustund með fjölskyldunni og því mikilvægt að huga að báðu og það nákvæmlega það sem að heitirpottar.is auðvelda þér að gera. Hvort sem þú ert að endurnýja gamla pottinn eða gera þetta frá grunni, þá getur þú sendt skilaboð á netinu eða bara einfaldlega kíkt í verslunina að Fossalsi 13 en þar opið alla virka daga milli 10 og 17 og á laugardögum milli 10 og 14. Ekki drolla við þetta, þú veist að þið langar í heitan pott og sánu heimtíðin, heitirpottar.is græja þetta fyrir þig. Nei, ég var að ræða við Brynjar sko. Við vorum að taka þátt daginn. Brynjar Karl? Nei, Brynjar Níelsson fyrir ekki þau. Það var það nefna það. En þá vorum við með að tala þetta sko ég var að nefna það. Mér finnst svo skrítið að ég held að sko í vestrænu löndum úlingar með einhverjum 7-9 tíma fyrir fram að skjá. Það bara lengur í skjá heldur en í vinnu þegar þeir koma svo á vinnumarkað. Sem helber sturlun. Og þetta svona breyta sem áttir í stað fyrir tæpum 20 árum, 15 árum, eitthvað svo leiðis. Það kemur náttúrulega sérstaklega með off-force þannig upp úr 2010 þegar símanir verða svona skjávættir og verða góðir. Og þetta eitthvað svona mál sem svona með hlutdeild þess hversu mikið tíma við eyðum fyrir framan síman eða annað. Það hvað við tölum lítið þetta klikkun. Þetta bara eitthvað svona ný breyta inn í samfélagið sem hefur náttúrulega haft gríðarlegar félagslegar afleiðingar en við einhvern veginn bara svona, já en þetta bara, þú veist, hvar væri ég án símans? Þetta sturlun. Algjörlega, því ég held að ég hlustaði eitthvað hérna og ég veit ekki hvort það tekkir nóg sem heitir Naval Ravikant. Nei, ég kannast rosalega við nafnið. Fjárfestir. Jú. Hann hefur komið í nokkuð podcast og rosa góður í að útskýra svona flókna hluti á einfalda máta og hann hugleiðir 2 á dag í 30-60 mínútur sem alveg mikið. En hann segir sko í vestrænum nútíma samfélögum, ef þú getur bara sest niður og horft út í loftið í klukkutíma án þess að vera bara að brjálast, þá það superpower. Skilur við. Og ég held að það sé það sem við erum orðin lélegust í. Og nú þjónar það kannski ekki eitthvað brjálæðislega miklum tilgangi að setjast niður og horfa út í loftið, en ef þú getur það, þá held ég að þú getur mjög vel að einbettir að hlutum. Og þetta svona sem kallað bara svona deep work, þar sem að þú getur bara sest niður og djúplega einbettir að einum hlut í langan tíma, það að verða svolítið sjaldgæfur eiginleiki í nútíma samfélagi. Og klárlega, þú veist, það eftirsóknarvert og nú ég líka að tala við sjálfa mig að því eins og ég segi, ef ég ekki að passa mig, þá ég alltaf, tókkraftarnir alltaf í þá átt að
fara í þetta, horfin athygli, stela einbeitingunni. Akkurat, nei, ég meina á einhverju leiti hlaðvarpið einhver hugleiðing, sko. Já. Út af því að þá maður... Þú ert á staðnum, já, algjörlega. Maður á staðnum, sko. Ég horfði einhvern tímann á Snorri Björns, held ég. Það var Bergur Ebbi. Ég sá þetta hlaðvarp bara einu sinni, þetta fyrir mörgum árum. Og þá sagði Bergur Ebbi við Snorra Björns bara, mér finnst alveg magnaður búin að horfa á mig með fullri einbeitingu allan tíman. Og það ég tala svolítið svona hérna út í lofti og svona, en hann var bara hérna. Já. Allan tíman, bara fullu fókus. Og ég einhvern veginn, mér finnst einmitt eins og ég var að segja það, sko, mér er svo skrítið hvað við tölum lítið þetta, félagslegar afleiðingar, félagslega samskipti, ég gerir ráð fyrir því að við höfum eftir að sjá fleiri skilnaði á næstu árum út af þessu. Klárlega. Það er orðið svo ótrúlega íþyngjandi. Já, og svo náttúrulega þetta sem að margar sé ekkit endilega sjá mikið í sínu nærumhverfi, en maður heyrir og sér tölur hvað það séu stór hluti af tölur frá Bandaríkjunum, sérstaklega ekki ungi kallmenn, þar sem að þú ert bara frá að fela þig og þú bara sendir textaskilaboð og ert í tölvuleikjum, en þú bara ert ekki í samskiptum við fólk. Þetta ykkur alveg svona ég held að Tony Robbins var að tala þetta eitthvað þar daginn að kallmenn á aldrinum 18-30 í Bandaríkjunum sem hafa aldrei talað við kvenmann, hafa aldrei möstaði upp hugrekki að tala við kvenmann bara beint í augun á henni, bara eitthvað 15%, 20% eða eitthvað. Já, það er sturlað. Rosalegt, sko. Og ég veist að þú veist, ef maður fyrir að hugsa að því nú er ég aftur, svo ég er svona augljós aftur aldruminn, ég gæði sem ringi bara. Ég ringi líka alltaf. En það er fullt af fólki sem fær bara kvíða ef einhver er að ringja, skilur. Að því ég þarf bara að geta sendt textaskilaboð. Og það er einhvern veginn, þá er ég varin á bak við það að geta bara verið að senda textaskilaboð, sko. Já, ég nefnilega, sko, þegar maður hefur verið að kenna táningum og svona, og þau bara svona, þú veist, finnst það næstu skrítið að maður sé að ringja. Bara, þú veist, gerist eitthvað, nei, ég bara ringja. Ég hugsaði daginn, ég fekk hérna símhringingu, ég held að það verið frá Símanum, frekar en Sín. Eða hvort það var frá Sín, það var einhver ungu gæi og ég heyrði það á röddunum, hann var ekki eldri en 20, sko. Og hann var að selja mér eitthvað pakka. Og ég var svo ánægð með það, því það bara á nei takk. Og hann býta aðeins. Og svo hélt hann áfram að reyna að selja mér, sko. Og ég sagði, þetta er miklu betra nám heldur en að fara í háskólann, sko. Gæin þarf bara að vera að taka 50-100 símtöl á dag og hann þarf að vera að þola höfnun frá fólki, skilur, og hann þarf samt bara að halda áfram. Þetta er geggjaður skól út í lífið, af því að þú veist, ef þú æfir þessi skillset, þá heldur við svolítið góða málum, af því þetta er aftur og svo mikið ungu fólki, þú felur þig bara bak við eitthvað námsbækur, sko. Svo fyrir eitthvað próf og skilur, þú ert ekki með, þú veist, þetta, ég held einhvern veginn þú veist, þessi, ég veit ekki hvort ég að kalla það fullkomnar áráttið, að það að fela sig á bak við að þurfaldri að berskjalda sig og geta bara fengið höfnun í grímuna, skilur við. Já, það er rétt. Það er ekki gott að þú getur náð 30-aldri á þess að fá nokkuð til hann höfnun, sko. Nei, og líka, sko, eftir því sem að berskjöldun verður fækkar í tíðinni, þá verður alltaf erfiðar að takast á við það, sko. Ég mitt, sko, hef fjallað það að ég er svo þakkláttur fyrir það að hafa verið uppi fyrir samfélagsmiðla. Ég er 15 ára þegar að svona Facebook fyrir að ná einhverju svona smá flugi. Fyrir aðeins svona að verða svona víða meira. Jafnvel aðeins, nei, þetta er svona þegar svona fólk verður virkilega að fá sér Facebook. Og ég man að ég hugsa alltaf nei, það er mér svo síðar, þetta er 2008 ég er mér svo aðeins síðar en ég allavega upplýði ég upplýði alla framhaldsskólagönguna án þess að það varu samfélagsmiðlar. Það var það sem ég ætlaði að segja og ég er svo þakkláttur fyrir það. Bara að hugsa sér líka allir krakkar séu með það er eins og að sé búið að vopnvæða alla táninga. Það er hvert einasta sem gerist allstaðar í skólanum er tekið upp. Við erum búin að búa til einhver svona orwelliskan veruleika. Það eru til, sko, það voru tekna myndir af mér. Ég held mér þess að einhver vídeo þegar ég var á fyllir í árunum mínum, sko.
og bara guði sér lofa þetta fór ekki á samfélagsmiðlar sko. Þetta var eins pólitískt órétt og það gæti verið sko. Já, var ekki, þú veist, það voru bara svona einstaka, þú veist, Sveinbi Súper eða eitthvað með einhverja Súpermann.is eða eitthvað einstaka sem slysast þar inn og allir sáu það, svo fór einhverja myndir í dreifingu af einhverju svona Sveinbi Súper, kom svona myndasirpur og þá var alltaf þetta, sko, ef það var einhver óanæði með myndinu sinni ef ég mann það rétt, þá var þetta að senda og bara biðja hún er tekin út sko. Já, einmitt, og það er ekki sent í dag Sveinbi Súper, ég opna að gleyma þessu Já, ég man eftir þessu en þetta er ótrúlega þetta er ótrúlega breyttir heimur og ég veit ekki alveg hver er vandinn sko. Einhverju leiti er það bara þessi Hvað er allir Sveinbi, getur ekki tekið Sveinba Súper í viðtal? Ég hef ekki rifið upp nafn hans í mörg ár Sorry, ég greið fram Nei, bara gott En svona þessar félagslegu kvatar sem fyrir hendi eru náttúrulega eitthvað sem að smitast inn í allt annað þetta er það viðamikið sko. Og við einhvern veginn teljum okkur í trúum það svo er líka eitt svo skrítið þessu þegar það séu bara einhverju krakkar fyrir ekki einhverju fullorðnir sem eru jafnvel að tala fyrir því að það sé bara nei, menna krakkanir eru bara að þurfa að læra á þess að tækja og eitthvað þannig en ég menna augljóslega tengist þetta öllu þessum kvíðatengdu vandamálum sem að fyrir hendi eru og við einhvern veginn, samt erum einhvern veginn hefur okkur tekist að ljúga það okkur að þetta hafa engin áhrif það var að tala um bækur áðan líka að það er líka orðin aðtöfn og það er þetta hérna er í rauninni venjulega staðan að vera bara í símanum en það að fara að lesa bók þá er það svo aðgerðin að fara að lesa bók þar sem ég legg síman frá mér það er aldrei aðgerð að fara í síman það er bara símin fyrir hendi og ég takt eftir líka, ég held að bara rosalega stór hluta fólki geta eiginlega bara hlusta á bækur sko. Já, en ekki lesa þær já, það er náttúrulega og í síauknum mæli þar er náttúrulega kemur skólakerfin og ég er náttúrulega búin að vera mikið að setja út skólakerfi sko, hérna á fjallum að hérna en ég tel alveg að sé einhver vorkun líka í þeim efnum að kennarar hafa þurft að takast á þennan nýja veruleika þar sem að krakkar eru bara búin að spæna á sér hausinn í þessu bull athygliskerfi þar sem að afþreyingin og dópaminið er allt bara inn í símanum svo allar kennarinn að vera að segja herri við ætlum að setja þess niður og lesa Njálu bara nei ég ætla að fara að tjekka hvað nýjasti TikTokarinn er búin að setja fram í dag Algjörlega Pilsa er ekki eins þegar hún er ekki frá bæjarins bestu pilsum. Það vita það allir sem að hlusta á þetta hlaðvarp að þegar þú ert að fá þér pilsu þá ertu í grunninn að horfa á tvenns konar upplifanir. Það er annarkvort svo ánægja sem fylgir því að vera að borða bæjarins bestu pilsu eða svo vonsvikni sem að fylgir því að vera að borða pilsu sem er ekki frá bæjarins bestu pilsum. Og það vita það í rauninni allir að það eru þessar tvær upplifanir sem við erum að horfa upp á þegar við erum að fá okkur pilsu. Því mæli ég með því að þú skellir þessu hlaðvarp í eyrun, farir á næsta sölustað og fá þér tvíhlaupu ásamt einhverju góðu að drekka. Þetta er áhugavert sko. Maður vill ekki vera neikvæði kallinn sko. En mikið af þessu tækjur ágætt sko, að þá aftur, ég bara fer aftur í froskinn í pottinum sko. Ég heldur séum bara búin að gleyma því hvernig það var að hafa athygli sko. Já. Þú veist, það er svona ángrín sko. Ég heldur séum bara búin að gleyma því hvernig það var að, þú veist, að láta sér leiðast og það aftur held ég að sé alveg áhugaverð pæling að láta sér leiðast. Þú veist að því, ef þú lætur þér leiðast í ákveðið langan tíma, þá færðu aðgang á hlutir sem þú getur ekki fengið aðgang að nema að láta þér leiðast. Nei, ég sammála. Þú veist, bara eins og ímyndunar að jafnvel þú meltir því gegnum jafnvel eitthvað óþægilega tilfinningar sko. Ef þú stöffarið alltaf með nýju áreiti, þá færið aldrei að fara þarna. Og hérna svo Haraldur Erlendsson, vinur minn Geðlæknir, hann vil bara meina að mögulega stærsta heilsufars vandamál samtímans og klárlega stærsta geðheilsu vandamál sé að heilinn fær ekki tækifæri til að vinna úr öllum áreitunum. Þú veist, það er bara endalaust 100% input í augun og eyrun og svo er fólk komið á þann stað að þú getur ekki einu svona sofnað nema að vera bara með YouTube upp í rúmi, skilur við. Þannig að meiri sér í svefninum ertu svona rétt að byrja nú að vinda ofan á öllum upplýsingunum sem er að koma inn og áreitunum. En þú kemst aldrei í, þú veist, ég tók daginn, ég fór hérna út úr bænum og tók 40 tíma símafæstu. Ég slökkt á símanum í 40 klukkutíma. Og mér fannst svona undir lokin á tímanum þá var ég að byrja svona, þú veist, einmitt bara svona aðeins að fara að fá minningar og aðeins svona, en ég hefði alveg þurft lengri tíma, sko. Ég tók hérna fyrir,
komið 9 ár síðan, þá tók ég 4 mánuði í Nokia 3310 sem var auðveldar enn í nútímanum því þá var ekki komnir allir þessir hópar í gegnum Facebook skilur sem fólk einhvern veginn að þú missir af bara hlutum sko, sem aftur svona enn einn leiðin til að nappa okkur inn í þetta Matrix en það var alveg mjög áhugavert bæði að sjá hvað það gerði fyrir mig og að byrja að taka eftir umhverfinu af því þegar þú ert gæinn sem mætir allstaðar og ert ekki með síma þá byrjar bara að taka eftir í hvað allir hinir eru mikið í símanum því þú hefur ekkert annað að gera en að horfa út í loftið skilur og þá ertu bara býtu þetta er svona mikið skilur Ert þú svo ekkert í félagslegum aðstæðum bara skamma fólk í kringu þig? Ég hika ekki við þetta sko Nei, bara ég segi bara hætti í símanum Ég hefði átt að gera þetta í gær sko ég var með 2 vinum mínum út að borða og mér er það bara svo sjálfgefið skilur ég fer ekki til síman þegar ég er út að borða Fóru þeir í síman? Annar þeirra fór í síman og mér langaði bara þú veist, maður er aðeins svo mikið gutt í gæði sko, maður er átt að segja bara, þú veist, ég vil hann þetta gera skilur Já Þú ert ekki 11 ára sko Nei, ég meina, mér finnst líka bara hræðilegt þegar foreldrar er að setja fyrir fram börnin sín vondir foreldrar, notabenni sem að láta börnin sín hafa skjái þegar það þarf að friðþægja algerlega sturlað sko það mér finnst það sko eitt að gera þú veist, að foreldrar, að fullorðnir séu mikið í símanum en að vera að móka þessu fyrir fram börn það verður fljótlega eins og að reyka Marlboro sem mér myndi finna skárra að sjá bara 11 ára krakka með Marlboro heldur en að vera í símanum Já, með hvað ert harður í þessu Já, nei, þetta er náttúrulega bara galið Þetta er það Ég meina, Grímur Atlason sagði þetta daginn En ert þú þá þú veist, agaður með því að þú veist, ég held að það sé svo erfitt að gera þetta ekki það hafa ekki verið í símanum og svo er krakkin bara að horfa á þig í símanum og það er bara svona, Nei, ég reyni bara að passa upp á það að ég sé ekki í símanum Ég held að það komið maður aftur í þetta sem að þú ert nú búin að fá Brynjakarlina Já, oft já það erum búin að vera vinir lengi og sem hann segir, sem ég held bara að sé satt skilu, hann segir þessi krakkar sem að hafa hætt hjá mér og allt er brjálað og ég var eitthvað vondur það var aldrei krakka vandamál Nei Krakkarnir er alltaf góðið með að vera einna en það sem gerist þegar krakkin fyrir að stíga inn í ákveði mikla ábyrgð á eigin lífi að þá mun foreldri þurfa að fara að horfa í spegil innan ekki langs tíma og þá byrja vandamálin þegar krakkin er komin heim og er farin að spotta alls konar hegðunarmynstur í foreldrun þá er bara annarkvort að þú til í að stíga upp og bæta þig eða bara þú ætlar að vera brjálaður út í Brynjakarla því hann er svo vondur maður Já, ég held að það sé rétt sko, ég held að Brynjakarl eigi það mitt til að reyka svolítið spegilinn framan í foreldra og það er kannski mynd sem að er ekkert eitthvað sem öllum hugnast ég held að það sé fyrir hendi og Nei, því ég á 2 vini sem eru rosalega það er bara ótrúlega aðdánavert hvernig þeir eru alveg bönni sín krakkarnir bara fá bara nánast aldrei aðgengi að iPadinu með eitthvað en það krefst þess líka af þeim þeir geta þó ekki verið að skorast undan að gefa barninu sína athygli og þeir geta ekki verið að skorast undan að vera að aga sjálfa sig í leiðinni sem er alveg, þú veist það er allir í löngum vinnudögum og mikið streita og lífið krefst mikið sem fólki en það er alveg, þú veist ég skil það að það sé bara iPadin skilur, bara getið ekki en viltu ekki reyna einmitt að skoða þá af hverju átt ekki innistæði fyrir því að þú ert alltaf það bugaður að þú bara getur ekki annað en hent iPadinum í krakka en þá er skoða bara hvað er það í vinnunum minni eða lifnaðarháttunum sem veldur í að ég er alltaf svona bugaður skilur. Já, ég sko það versta sem að ég geri er þegar að ég er með eitthvað þátt á tíma og ég þarf að klára hann og fer í tölvuna og klára hann og og börnin fá að horfa á Ástrík og Steinrík eða eitthvað það er að versta og mér finnst að það Ástríkur og Steinríkur er þetta fínt stöf Já, þeir fá allir með Ég horfði helling og það er Já, enginn fær að horfa á Korpasveit til dæmis, það er eitur okay. Það er bara einhver viðbjóður Af hverju? Út af því að það er sko búið að ramma barnaefni þannig inn að það er, ég held að sko cut-off point svo í sletti séu 4 sekundur og ef það er verið að skipta ramma innan 4 sekunda þá er verið að reyna að keyra upp þetta dopamín dæmi sko en ég held til dæmis eins og með iPada, ég myndi aldrei láta barnið mitt á iPad eða síma til að horfa það er bara ekki sens ég hef þurft að taka við tengdamömmu aðeins smá baráttu sko því að hún náttúrulega hittir þið ekkert allt og oft og þá er hún stundum svona góð við að leifa þeim að skoða í símanum þá hef ég svona verið að grípa inn í það er svona óþægilegustu félagslegu aðstæðinu sem ég set mig í sko
en ég meira svo sko, ég segi við aðra foreldra þegar ég bara úti einhverstaðar sem að láta það hafa síma, það er bara hræðilegt, en það er samt ekki að versta er eiginlega eins og ég sé svo eftir ég hafi ekki skipt mér af, ég var á læknavaktinni eða eitthvað, það var endur ekki núna þegar ég sleit hásinn núna síðast, heldur eitthvað annað, ég man ekki hvað kom fyrir og læknavaktinni að bíða eftir að fá aðstóð og þá er einhver faðir algjör drullu sokkur í símanum að skrolla bara sko, ekki gera neitt, hann var ekki að senda neitt eða neitt og barnið er hann á athygli allan tíman var að hoppa og skoppa og sínunum eitthvað og hann bara ég var bara djöfus hiski andskotans hiski sem að þessi foreldra geta verið Þú ert svo harður með Nei, ég meina Ég er alveg sammála Ég og Brynjar Karl erum bara þjálfarar og við, og þess vegna er ég bara mjög sammálunum og að sjálfsög er þetta hiski Það er kannski er það kakóseremoníu skilyrðingi mín að ég er alveg sammála þér og ég er alveg sammála ykkur en ég myndi sko, ég er kannski ofblíður Orða þetta öðruvísi ég myndi ekki kalla hann drullusokku hiskjald, ég myndi segja að þú ert bara alveg svo dofin djöfull, ertu dofin ef þú ert komin á þann stað, þú ert bara eitthvað að fá skroll í símaninum og meðan að barnið þetta er að reyna á athyglinni þá ertu ekki á góðum stað í lífinu sko. En ég er einhvern veginn búin að venja mig á að vera ekki að nota svona sterk orðum fólk sko. Þannig að ég er svona, en þetta er ofboðslega djúp aftenging Það eru allir hiski og aumingjar á einhverju tímapunkti í lífinu Já, það er rétt og ég tel að við þurfum að vera duglegri við það að kalla fólk hiski og aumingja þegar að svo við einfallega út af því að þetta er tímapunktur sem að við öll upplifum á einhverju tímapunkti þar sem að við gerum einhver mistök við klúrum einhverju við erum bara búin að verða í einhverju næmið eins og einhverju síma láteiðu í lífinu þar sem við stöndum okkur illa, borðum illa erum ekki að standa skila á þeim verkefnum sem við eigum að vera að standa skila á erum ekki að uppfylla þau lofar sem að við sögumst allir uppfylla og þá eru við aumingjar og hiski þannig að allir lenda í þessu aumingi og hiski er ekki bundið við þig persónulega heldur eitthvað tímabilsástand sem allir eru í einhverju tíma Hvað viðbrögð færðu þegar ef þú potar í bara eitthvað segjum bara einhvern ókunnugan mann á biðstofunni að því þú veist það er þessi spurning, ég er alveg sammála Ég held að við þurfum flest Ég fer ekki að hjóli hann og segja að þú hiski og aumingi Nei, en ég meina að því þú veist við þurfum flest, ég er alveg sammála við þurfum það sem að vantar svolítið er að við fáum meira tough love, skilur að okkur sé bara bent á það sem við erum að gera vitlaust og við verðum móttækilegri fyrir endurgjöf, að við bara kunnum að taka því ef ykkur er að benda okkur á okkar en ef að ókunnugur maður gerir það og jafnvel gerir það harkalega að þá ferðu kannski bara ennþá meiri vörn sko. Já, nei, ég sko gerir þetta oftast þannig að ég segi ótrúlega hátt við þann sem ég er með ef ég er með einhverjum og segja, vá, ég vildi óska þess að ég væri meiri í símanum svona dagstaglega og svona horfi á manneskjuna Svona vel passiv-aggressífur Já Þessi þáttur er í boði Þór Grímsson og Co. fyrirtæki sem að flestir í byggingabransanum þekkja vel og það er ekki af ástæðu lausu. Ef þú ert í einhvers konar verkefni, hvort sem að það er smá heimaverkefni eða stærri framkvæmdir, þá er þetta einfaldlega staðurinn. Þeir eru með allt frá veggefnum og loftefnum yfir í gólf, klæðningar og alls konar sérhæfðar lausnir sem að gera lífið þitt einfaldara. Ég hef sjálfur verslað við fyrirtækja gegnum tíðina einmitt til þess að finna lausn við hljóðeinangrun sem er líka ástæðan fyrir því að hljóðvistin hjá mér er eins góð og raun ber vitni. En það sem að kannski skiptir mestu máli er að þegar þú rennur við í Ármúla 29 þá færð þú alvöru ráðgjöf, ekki bara einhverja vöru, heldur hjálp við að velja það sem er rétt fyrir þig hverju sinni. Eins og segi, staðsettir í Ármúla 29 í Reykjavík en senda allt land. Mjög þægilegt, kíktu á thco.is eða thorco.is og skoðaðu úrvalið. Mér finnst það ekkert óðarlegt. Nei, þetta er gott. Það er, kannski, ég tjók alltaf líka fólki út af því svo margir vera farnir í lítaaðgerð. Ég segi alltaf við fólk, ég held að enginn hafi farið í lítaaðgerð sem hann hefði ekki átt að fara í. Ég held að allar lítaaðgerðir á Íslandi hafi verið skynsamlegar. Nei,
Er það ekki rétt samt? Ég meina ef fólk fór í þær þá var það líklega skynsalegast sem hægt var að gera á þeim tímabundi. Það er matsatriði. Já, og það er Þetta er áhugaverð svona félagslega pæling sko, af því ég held að ég sé einmitt, stundum er ég of seinþreyttur til vandræða sko. Já. Svona, en maður myndi að hugsa skilur, stundum þú veist, þegar maður hefur verið kannski í gufun eitthvað í baðstofunni í laugum og svo er allir einhverjir gæjar og þeir eru bara að tala rosalega hátt og ég er að náttúrulega slaka á sko og þá svona þú veist kemur innra með mann eitthvað svona þetta pirrandi sko og stundum ef maður er í þannig stuði þá bara suss Já. En stundum er maður einhvern veginn að taka þetta inn á sig og segir ekki neitt skilur. Nei, ég sko Douglas Murray talar félagslega þrifnað og mér finnst það alveg líka, ég meina ef ég til dæmis segja eins og svo að það er eitthvað mikið í gangi og ég er með krakkanum mínum út á sunnudegi og ég þarf að svara einhvern skilaboðum ég myndi vilja heyra Vá hvað ég er líka frábær faðir í því að vera mikið í símanum fyrir barnið mitt Myndirðu vilja heyra það? Já, einmitt, að ég held að það og það kannski kemur að því þú ert í boxinu og svona ég ætla að gefa mér það að þá sértu veist, betri í að þóla endurgjöf meðal manneskjan er bara ekkert góð í að vilja endurgjöf ég er búin að vera að bæta mig í þessu skilur, en ég var einu svona rosa hörundsár sko. Fyrsta viðbræðið mitt var alltaf að fara í svaka vörn en svo kannski sá ég það eftir smá tíma þetta var nú kannski bara alveg valið sko. En ég held að meðal manneskjan sé bara ekki góð í að láta benda sér á ef hún er í bullinu sko. En ég er enda að gera þetta alveg óhikað ef ég er eitthvað staðar hérna, það er þetta kannski sjálfgefara núna eða það var kannski röð í búð og svo opnaði nýr kassi og aftast við gæin við þá bara fer ég og segi bara hérna hættu. Já, ég gerir þetta líka. Það byrjum öll að býðast til því saman, nú færðu þú bara aftast aftur. Ég hyggst ekki við að stoppa það af, sko. Nei, ég er sammálaður þar, ég þóli þetta ekki. Ég fór þetta ótrúlega að finna hugmynda hringekju daginn, eftir að við tölum saman, og ég er alltaf að gera grínaði fyrir að vera í einhverjum hippa seremóni og orgíum hérna í Hvalfirðinum. Þú kemur í þetta vendan. Já, ég fór að hugsa þetta er að poppa upp að planta fræðunum. Er það ekki? Þetta er búið að poppa upp á Facebookinu minn og henni. Ég fór bara að hugsa, ok, ég er ekki stressaður, en ég lifi svona stressuðu lífi, eða þú veist, mér finnst rosa gott að vinna mikið og hafa, ef ég sé eitthvað gap í dagskráni, þá bara, heyrðu, ég hlýta að geta innvinkla þetta, tekur mér bara korter að komast þangað, ég hlýta að ná því og hann má ekkert klikka. Mér finnst þetta, þú veist, ég veit ekki hvort ég nærist á þessu, en það er bara hlýtur að vera og það mér finnst þetta svo skemmtilegt. Svo fór ég að hugsa bara svona, er það, út af því ég sá einhver svona auglýsingu, einhver stelpa, Júlía eða eitthvað. Já, Júlía, já. Já, og það var einhver auglýsing sem að poppa upp á Facebook hjá mér. Þar sem að, þau voru bara einhvern veginn út í náttúrunni eitthvað hérna. Og ég hugsaði bara, ok, ef ég ætti bara alveg að bara flóra mig, er þetta rétta leiðin í lífinu? Ég tel að svo reyndar ekki vera. Ég tel að við ættum að vera einbytt okkur að því að vinna meira. Eða hef ég rétt fyrir mér eða ránt fyrir mér með þetta. Ég get alveg trúa að þetta sé einhverstað annað milli. Sko, ég myndi alltaf að segja, af því að nú held ég, þú veist, mér finnst mjög gaman að ræða með þessa hluti við þig. Og mér finnst mjög gaman þegar að þú kalla mig hérna gaggoseremóni í hipp og helst þegar þú kemur með orgíunar líka. Já, heldur við vitum ekki hvað þið eru að gera. Af því að, þú veist, ég er gæinn sem að sko fer svolítið inn í þessa óhefbundnu hluti af neyð, sko. Ég var bara búin að keyra mig alveg í þrot og ég sé þetta svolítið þannig á þess að ég vilji neitt gera lítið úr kakóseremónium, sko. Hvað er þetta ekki hana? Er þetta ekki kakó hana? Þetta er kakó, jú, en ég er ekki í kakóseremóni. Já, getur maður að kalla á þetta. Fullt af magnesium og kaffið, sko, ég fæ með kaffi á mótnana. Ég fyrir kakó frekar eftir hádegi að því það er miklu minna koffín í því, sko. En hvenær verður kakó eiturlyfi? Eiturlyfi? Já, þú veist, er þetta ekki, eitthvað svona rosa sterkt kakó og fólk verður eitthvað rosa flippa? Nei, það er nefnilega bara það er bara eins og að vera á ímyndunarfyllir í, sko. Okay. Kaffi er sterkara en kakó, sko. Já. Þannig að ef fólk er að drekka 10 kaffibólla á dag, þá er það meira fíkniefni heldur en að drekka 10 kakóbollar, sko. Ég geti gefið þér eitt svona kakóbolla núna og þú myndir kannski finna eitthvað svona, já, pínu næs, skilur. Það er rosa mikil miskilningur að þetta hafa eitthvað mikil áhrif, sko. Þetta er bara... Getum við tekið næsta þátt í bara svona alvöru kakóseremóni? Já, ég til, já. Okay. Hefðu þetta að gera það núna bara? En halda ára? Nei, ég ætla að segja að þú veist, ég er eiginlega þú þegar að kemur að þessum andlega heimi.
Því ég sé þetta svo mikið þannig, þú veist, það sem næs við kakóseremoníu, bara fólk að koma saman, hæja á sér, það enginn í símanum, talað athygli, það einn að tala í einu, þú ert að hlusta, skilur, þetta getur orðið aldrei boring og það í raun og veru ekkert ósvipað því að bara ef að hittast og taka í spil saman eða ef að settast við eld og trommur eða eitthvað, fattar bara, þú ert í raun og veru bara aldrei að taka heilan út úr þessu stöðu að doing mode, sko þannig að það er þess vegna sem að mér finnst þessu hluti næs, sko ekki að því ég sé að göfga þá og gera þetta að einhverju, hvað maður að segja spiritual journey það getur, við skulum orða þannig, það getur orðið aldrei blind hlið hjá fólki sem fer inn í þetta að fara að finnast að vera einhvern veginn merkilegri eða betri en annað fólk og gera eitthvað rosalega mikið andlegt úr þessu það er bara rosa andlegt að vera negla niður girðingastöðra, sko já, skilur þú veist, það bara þú getur alveg verið mæti í einhverja kakóseremonir eða jógatíman eða þú svo bara skrolla á TikTok þess á milli þá ert þú minna andlegur heldur en gæin sem getur bara verið í núvitund að negla niður girðingastöðra, sko en fyrir fólk á TikTok út af því að það er alltaf gett eitthvað svona flott svona unnið efni flott framleiðsla á öllu og ég held að eitthvað, ég er svo þú veist, ég eitthvað neginn fer í síman hefur séð svarta gaurinn sem er alltaf að það er svartur gaur sem er alltaf að taka upp myndbönd af svona myndböndunum sem aðrir eru að gera þá svona hoppar hann inn í það þú veist hvað þetta er ég er eiginlega aldrei á TikTok hann er alltaf að gera, þú veist, þegar fólk fyrir að gráta í kamerun eitthvað við kotta og þá er hann eitthvað, þú veist, rétt lýsing, rétt flott og svo fyrir hann að gráta í kottan og sama gildir með þetta er svona, ég er svo frjáls frá öllu samfélaginu og eitthvað maður svona, heyrðu, já, ég ætla að stilla lýsinguna setja síman þannig er ég alveg með þér, sko Vist, ég er alveg með þér í því að ég held að ég hafi, nú erum við búin að ferðast út allan heim ég held að ég hafi hitt alveg mjög mér finnst þetta líka bara klísju orð, þú veist, andlegt við erum öll andlega verur, skilur þannig ég ger engan greinamun og eitthvað gæi sem er alltaf í kakóseremonum hann er ekkert meira andlegur heldur en bara gæi sem er að bera út póstin, sko þannig sé ég þetta, sko ég held ég hafi hitt, ef maður hins vegar setur eitthvað svona label á þetta þá held ég að ég hafi hitt fólk sem er komið rosalega langt andlega miklu lengra en eiginlega allir það er einmitt fólki sem er ekki að auglýsa já, ég er alveg með þér annars, skilur getur ekki verið TikTok-stjörna og andlegur ég hef alveg hitt einhverja, þú veist einhvern veginn hitti að komi jógakennari hérna frá Indlandi, sko og það var einhverjum moldríki bandaríkjumenn sem vildu gera jógakennarnám á Íslandi og þau voru tengd inn í ríkisstjórninni í Indlandi þannig að það var bara sendur einhver super high level gæi hérna til að kenna þeim og vinum var að vinna niður á Gló á þeim tíma og hann er alltaf að hitta þau og færa, þú veist, joina þau í tímunum þegar þau eru í náminu og ég fekk einu svona að fara með og ég þenda allir fyrir framan einhvern gæja og ég er ekki að ljúga hann stóð á höndum með krosslaða fætur og var að hoppa á höndunum og hlæja og tala við okkur og ég segi bara, þessi gæi er ekki líka sko, bara, hvað er ég að horfa á hérna og svo þessum maður sá bara alltaf gæin bara búin að vera í einhverju devoted practice bara marga klukkutíma á dag síðan hann var barn, sko og þá var ég eitthvað aðeins að fikta við hugleiðslu og ég fer eftir tíman og fer að labba að hann og spyr hann herri, hérna, þú veist, ég er hérna að hugleiða og ég er mér aðeins búin að vera að leiða hugleiðslu og hérna mætti ég spyrja aðeins út í hugleiðslu og ég ætla að gefa mér að þetta sé svo gæi sem ég hitt á æfuminni sem veit mest hugleiðslu hann horfði svona í augun á mér og svo fjallu nokkuð tár og svo sagði nei, ég get ekki talað hugleiðslu það er fólk sem veit miklu meira en það en ég ego mitt var á stórt ég bara, ok og ég bara þegar ég horfði í augun og ég segi bara þú veist svo miklu meira en allir sem ég er að spyrja út í þetta en þannig er bara eitthvað svona humility bara, nei, þú veist, ég þekki fólk sem veit meira en ég ætla ekki að bara vera eitthvað blaðurskjóði og þykjast að vita eitthvað mikið þannig ég er svona einhvern veginn þú veist, ég held að sé ef við erum einhvern veginn að nota þetta orð er út úr klísjað í þessum andlega heimi að vera eitthvað að voða andlegur ég nota þetta orð aldrei að því mér bara leiðist það en ef við förum í þær skilgreiningar þá held ég að það séu bara ég meina, ég þekki mann sem var í Tæland og hann hitti 105 ára gamla munk sem var bara búin að huglega alla æfi og gæinn hafði aldrei fyrir út fyrir þorpið sitt og aldrei farið á internet og hann sagði hann var að lýsa fyrir mér sko öllum fjörðunum hérna á Seyðisfirði og Egilsstöðum alveg bara eins og hann væri búin að teleporta sig frame by frame hvað erum við að tala hérna skilur þannig ég held að sé alveg til fólk á þessari jörðu
sem bara með einhvers konar telepati, það ekki fólki sem á samfélagsmiðlum sko. Nei, Sam Harris hefur talað mikið með það, hann alltaf hefur eitt mikið af svona lífi einmitt í svona sko. En þú varst reyndar með mann skömmi þess að myndaði sem að var einmitt í einhverju svona hugleiðsludóti og hann var tekinn af lífi fyrir það. Já. Þannig að hann voru einhverju hvalfirðinum og hann að hrauna með einhver stelpu þannig að fyrir að mamma hennar væri ekki hún ætti ekki að vera einhvern veginn að binda sig við þetta. Ég mandi ekki, ég ekki séð þátt síðan. Já, ég kom að sér nota. Já, hvað er nota? Mjög áhugaverð sko. Þau settur sér í sambandi, því þekki bæði hann og konunars. Þau settur sér í sambandi og spurði hvort þau mætti komið við, talið bara ok, já, því þekki söguna. Það sem sagt þannig að 2022 gerðu þáttur þegar við erum svona, þetta nákvæmlega árið eftir að ég fór í gegnum mitt. Og Ísland var ennþá bara á svolítið sérstökum stað og það gerður þáttur ofbeldi í andlega heiminum í kompási og í þessum þætti voru, það var svona klukktíma þáttur eða 40-50 mínúta þáttur og það var alls konar sögur og sumar af sögunum voru bara alls ekki fallegar skilur og mér var boðið meðal annars að fá viðtal við þá gæja og ég bara afþakkaði það pent af því ég held að þeir séu bara gilti þess hel sko. Og þeir voru bara sakaður að misnota konur, sko. En eini maðurinn sem var nafngreindur og myndbirtur í þættinum var Gísli, stjörnuspekingur, sem greindur með bipolar og þessum tíma hann í maníu og hann segja einhverju hluti sem hann sjálfur viðurkenni núna bara hvað var að mér. Ég var bara með eitthvað mikilmennsku brjálæði og eitthvað rugl, skilur að segja ég get alveg skilið Adolf Hitler og það psykopati innra með okkur öllum og þú veist, og einmitt þá var eitthvað að punda á eitthvað minkonuhóp sko. Og gefur þeim myndbandi með þessu sko. Svo þessi þáttu tekur hann myndbandi sjálfur? Já, hann tekur myndbandi bara svona hluta þjónustun eitthvað að þú veist að þið megið eiga stjörnuspekki sessjónið á vídeo ef þið viljið vera að fara yfir þetta heima eitthvað sem að eftir á ekki var ekki góð mynd en það sem svo ósangjandi í þessu að svo allt í hennu þú veist liðin vika eitthvað, bara já, hann hann einhver gæi sem var að misnota konur að því hann bara settur undir þessa reglíf undir hinar ásakanir í þettinum sem hann hafði ekkert með að gera. Það eina sem hann gerði segur var að segja bjánalega hluti. Hann búin að missa 6 störf á síðustu 4 árum eftir hennar þátt og það gerist alltaf á sama hátt. Hann fer í atvinnuviðtal og hann búin að prófa að fara í atvinnuviðtal til að segja frá þessu. Þá fær hann ekki vinnuna. Svo fer hann í atvinnuviðtal og segir bara, ég ætla eitthvað að breyka á þessa vinnu, þá get ég ekkert verið að segja frá þessu. Svo bara komið til hans eftir viku eða 2 vikur, heyrðu því miður við þurfum að segja þér upp. Í grunnskóla, hann menntaður íþróttafræðingur og stjörnuspekingur og engaþjálfari og svo flottist strákur sko. Og það búið að segja honum upp í starf á sjúkraþjálfunarstöð, grunnskóla og síðasta var sem leikskólakennari í lok síðasta árs. Og þá var þeim bara öllum loki, skilur bara hvað að gera, bara að vera með að reyna að brauðfæða fjölskyldu og þannig að þetta svo áhugavert af því að veist, þarna og þetta nefnilega held ég ósýnilega hliðin á þessu svona cancelkultúr dóti sem ég hef til dæmis ekki, ég búin að vera allt sem ég hef gert síðan 21 þegar ég fer í gegnum mitt, ég að vinna fyrir sjálf á mig. Ef ég væri upp á aðra komin, ég væri örugglega bara ennþá, af því það alltaf lægsti samnefn, það bara, ég fíla Sölva og ég væri rosa til að fá Sölvi vinnu, en ég fekk kannski að fá einhvern hitt á mig. Já. En því ekki. Skilur. Nei, þetta kemur líka inn á þetta. Hann sagði með þetta eina konunum sem sagði hann upp, hann sagði hún var bara grátandi að segja mér upp, af því henni fannst það svo ömulegt. En þrýstingurinn á hana var bara þannig hún höndlaði ekki. Jú, kæru hlustendur, hlaðvarpið í samstarfi við fyrirtæki sem að vilja gera hlutina almennilega og eitt af þeim að sjálfsögðu alvöru bón. Alveg eins og þetta hlaðvarp leitast við að auka viðnámsþrótt samfélagsins, eykur alvöru bón endingartíma bílsins með því að halda honum hreinum og fínum. Hringið í síma 5880705 eða sendið á alvörubón@alvörubón.is. Nú ef þú vilt einfalda þetta fyrir þér enn frekar þá kíkjuru bara á staðinn af Viðarhöfða 2A og lætur fagmenn sjá að bíllinn þinn sé hæfur til þess að vera séður á götunum. Hlaðvarpið í samstarfi við Happy Hydrate en eins og ég hef nefnt áður þá nota ég bæði steinefni og kreatín daglega og þau gera lífið betra. Og nú komin nýjung þar sem að þú getur notað afsláttarkóðan 1pæling til þess að fá 25% afslátt þegar þú skráir því í áskrift og frían brúsa með. Svo 15% afsláttur hvern mánuð eftir það. Þetta sjálfsögðu steinliggur ef þú ert að nota þetta á annað borð en einnig tilvalið tækifærið fyrir þá sem að vilja prófa
og ég lofa ykkur að þið munið ekki sjá eftir því. Steinefni gera daginn einfallega betri og með því að nýta þennan afsláttarkóða ertu að sjálfsögðu að styðja við það að ég búi til þetta efni. happyhydrate.is skráið ykkur í áskrift. Nei, mér finnst þetta að vera algjör sturlun og ég myndi vera að pæla í þessu sko. Það vorum að tala framhaldsskólaðan og samfélagsmiðla og ég var að segja að ég hef ekki verið í framhaldsskóla og samfélagsmiðlum út af þeir voru ekki fyrir hendi. Hvað ef að mitt versta moment í lífinu væri til á upptöku og væri sendt í kompass? Akkurat. Og ég svona en hinliðin af þessu samt aftur á móti, ég meina það ofbeldi innan andlega geirans og ég bara, vá, vatn blautt og ég held að það komi og líka svona þegar maður svona hugsar út í að svona, kannski prófa eitt svona session, bara svona að reyna að kúpla þessu út en ég horfi bara á gaurana og ég hugsa bara að þetta eru perrar sko. Nei, menn að því þú hugsar skilur að ef við setjum þetta bara í kynja hlutverkin, skilur gaurar að gera eitthvað ljótt við konur að þá, þú veist, hvaða fólk það, þú veist, þau verður að segja heimildamöndunum Bikram, jóga Já, Rasnís Puram Wild Country Nei, það er á sjó Já, hvað þú ert að tala? Ég er að tala Bikram sem að væri mitt bara Hvað var það? Að misnota konur á fullu og, Jú, nei, ég á eftir að sjá það samt Hann var að reka bara einn vinsalasta hotjóka kennaraskóla í heimi Já, Bikram Chaudhry Já. Ég á búin að glemma mynd, sko. Já. Því það er alveg svona skiluru ok, ég ætla ekki að segja alveg fullt af bara konum sem að fara í jóga sem eru með rosa góða sjálfsmynd en í svona, ef þú ert að fara í eitthvað andlegt þá er það mjög ofta að þú ert búin að vera í eitthvað basli í lífinu, skiluru og þú ert kannski vulnerable þegar þú byrjar á þessari vegferð þá er alveg gæjar sem eru bara, þetta er frábær targethópur, sko. Eitthvað svona ráðvilltar konur sem eru á einhverjum svona stað í lífinu þar sem að þær eru kannski mjög áhrifagjarnar það er bara mitt, það eru örugglega bara gæjar sem að bara hugsa sér gott í glóðarinnar þar, sko. Já. Og það var það sem var svo ósangjant við þennan þátt að ég ætla ekki að dæma því ég vil bara venja mig á það að vera ekki að dæma í málum sem ég veit ekki. Hann var líka aðal máli í þessum þættinum. En ég ætla að segja, hin málin í þættinum litu ekki vel út. Þau litu alveg út þannig að gæjarnir hafi kannski bara gert eitthvað frekar ljótt. Og það var svo ógeðslega ósangjant að hann sé orðin andlit fyrir það þegar að hann bara sannarlega gerði ekkert annað en að segja eitthvað þvælu, skilur. Það var enginn að saka hann að hafa misnotað einn í einn. En að vísa á þessum tíma var það náttúrulega kallað ofbeldi ef þú sagðir ranga hluti, sko. Já, og ég sá daginn, ég held að Kristrún hafi komið til þín eða eitthvað, eða hvort það var einhver annars sem kom til þín í hlaðvarp og þá var bara, hvernig dettuðum í hug að fara til Sölva, ég bara, ennþá? Inn á hvaða síða? Ég man það ekki, ég fekk bara skjáskot. Var áttu hópur gegn ofbeldismenni? Já, eitthvað hannig. En ég hugsa alltaf með mig bara, djöfull er þetta ógeðslega klikkað. Já, og ég sagði þau nú frá því að það var það var eitt sem að vildi ekki koma núna í aðdraganda. Já, heyrðu, hann beilaði líka hjá mér, tvisvar, já. Ég veit og var það sama? Nei, ekki svo að ég veit. Þetta er svo þreytt. En þetta var alveg svolítið sérstakur aðdragandi. Þetta er svo þreytt. En hann komst heldur ekki inn í borgarstjórn. Nákvæmlega, skilur. Og það var það svona, og ég sagði við hann í símanni, ég sagði, þú veist, veltu því bara fyrir þér þegar hann var búin að segja að maður gæti ekki komið til mín út af einhverju óskilgrindu sem átt að hafa gerst fyrir og sagði svona, veltu því fyrir þér hvort að þetta, og þá er ég ekki að upphefja sjálf á mig, en það að þetta sé megin teikið ykkar, þetta verður ástæðan fyrir því að þið farið ekki inn. Já. Þið eru bara í rosalega litlum bergmálsell og þið eru ekki að lesa salin, sko. Nei, þetta var... Það því ég held að meðal Íslendingunum, mér finnst það svo, sko, þú veist, mikið og það getur verið ýmislegt athugavert við hana, mér finnst Inga Sæland tala stundum bara svona onni meðal Íslendingin, þegar hún bara allt í hennu segir að þetta er bara við viljum ekki svona, eitthvað svona útskúfuna kúltúr. Ég held meðal Íslendingunum er bara, skilurðu, einhvern veginn einhver stuðaðist við eitthvað fyrir mörgum árum, bara hefðu lífið heldur áfram, hættum þessu rugli. Já. Líka bara einhvern veginn þessi svona, þetta hefur náttúrulega verið talað mikið þetta í bandarísku samhengi, sko, eins og fyrir Trump og svona aðra republikana, að fólk ekkert endilega sammála þeim, heldur byggist þetta miklu frekar á því að bara að svona vinstrið í Bandaríkjunum, líka hér á landi, hefur verið að selja þessa hugmyndum hinn fullkomna mann. Þetta er náttúrulega svona djúpstætt innan svona, ekki marxískara en svona sovjískara kenninga,
það að þeir voru að byggja henn fullkomna mann sem að gerði ekki mistök og væri bara til í að vinna og væri til í að vera svona og svona og þetta fer náttúrulega bara gegn öllu mannlega eðli. Við höfum öll gert mistök og eins og segja, ef það væri til myndbönd af mínu versta mómenti og þínu versta mómenti og sjálfsög myndi að lítið út en það líka bara gildir alla. Njá, mér er það áhugavert, ég var eftir að hlusta á allan þáttin, ég hlustaði á byrjunin á þættinum er ekki forstjórinn eða framkvæmdastjórinn Ormsson sem kom til. Jú, Kjartan Örn. Já. Mér er mjög góðu punktur þegar hann að tala að við séum að búa til samfélag þar sem að hvatin að gera alls ekki mistök. Hvatin orðin bara ef þú gerir ekki neitt, þá ertu í rosa fínum málum. En ef þú gerir mistök, þá getur verið hræðilegar afleiðingar. Já. Allir sem að gera eitthvað að viti, gera hellinga mistökum. Þannig að við erum í raun og veru hægt og rólega að búa til samfélag þar sem við erum bara miðjumóða allt eða eitthvað þaðan að verra og aðalatriðið enginn megi gera mistök. Já, ég held að þetta sé stórkostlega skaðlegt sko, eins og þú segir og líka það er ótrúlega auðvelt fyrir okkur einhvern veginn að horfa á þetta þannig að þetta sé eitthvað svona sem að hálfpartinn svona, ég ætla að lýsa svona að pínu þannig að ef við snúmum sér við hvað er þetta að segja að það sé bara í lagi að fólk sé svona og fólk gerir svona mistök og fólk skýtur på bak. Nei, ég er ekki að segja það. Ég er aftur á móti að segja að mannlegt eðli byggir á því að við lærum af mistökum og reynum að gera okkar besta og í flestum er margt gott og margt sem að mætti vera betur og svo erum við að reyna að móta okkar að því. En að við erum einhvern veginn að maður sér þetta líka bara þegar ég er að tala um forstjóra fyrirtæki annara en að þeir passa sig bara á því að vera ekki að segja svona raunverulegu skoðun til dæmis bara ef við tökum bara útlendingamálum. Bara út af því að það er bara þér að hollast að vera ekki að hafa þig uppi. Öllum finnst útlendingamálum vera komin bara út úr kortinu og þetta er orðið algjörlega galið í Svíþjóð og við erum á leiðinni á sömu átt. Lögreglan getur ekki tekist á við þau vandamál varðar skipulega glæpastarfsemi út af því að hún er bara orðin svo víðamikil að við náum ekki einu sinni utan að það. En þú verður að passa þig að segja ekkert útlendingamál og þegar þá ertu góð manneskja. Þetta er galið. Algjörlega, og svo átta bara við svo miklu meira heldur en bara útlendingamálin sko. Ég held einmitt að við hvað heldur að séu margir sem bara geta bara verið bara sest niður, það er bara kveikt á kamerum og þeir eru bara alveg eins og þeir væri veldusborðið með þeir ég er bara transparent einstaklingur, ég segi satt, skilur. Ég er eina að gera það. Já, en ég er meina að segja, ég heldur séum að tala minn en 5% af fólki, sko. Já. Skilur, það er alltaf þessi svona smá ritskoðari, jafnvel þeir sem svona í stjórnmálum, jafnvel þeir sem eru sko hugrakir, þeir eru samt sko þar að ákveðin mörg, tekur eftir því með ákveðina hluti, þá byrja allir stjórnmálaflokkar að vera sammála sko. Já. Eins og núna skilur einhvern veginn þetta með að allt í einu með ekki vinna með miðflokknum. Já. Svo, þetta er alltaf svona að þeir eru með ákveðin, ok, en þeir eru ekki alveg búin að ná að útskýra hvað er svona hræðilegt við þetta. Ég var með að borða með mönnum í gær og það var einn sem var hlynntur miðflokknum og annar sem var ekki hlynntur miðflokknum og hann hélt bara alltaf áfram að kalla á fasista. Já, fasistanir og brúnstakkanir og ég sé alveg hvað þetta gera, þú ert bara að reyna að segja það nægilega oft til þess að festist en þetta er eins og ég hef rætt svo oft trúir því einhver að Snorri Másson hati fólk? Þú veist, raunverulega trúir því eða þarftu að það sé satt út af því að það hendar þínu narratífi? Var það einhver sem var einnig á þér sem að svaraði þessar spurningu eiginlega játandi? Já, það var Hallgrímur Helgason. Alveg rétt. Hefur hann ekki komið til þín líka? Jú, hann kom til mér hann rétt áður en allt fór í bál og brand til mér. Mér finnst það ég hlustaði á þann þátt sko. Já. Og mér finnst það mjög áhugavert sko, af því það sem mér finnst áhugavert er það, af því að þetta er áhugavert. Við erum öll í okkar bergmálshellum og ég er ekki að umgangast mikið af fólki sem er með svona allar skoðanandar sem Hallgrímur með. En það sem ég get allavega að gefa honum kredit fyrir, ég hlustaði á hann hjá þér og ég hugsaði, hann er að meina það sem hann er að segja. Já. Ég held að hann sé ekki bara að gera þetta til að gangi augun á fólki, hann er að meina það sko. Og það er svona ok, af því ég held að sé svo mikið af fólki sem er bara að gera þetta til að deyðarskreita sig sko. En kannski hefur þetta byrjað þannig á honum. En nú held ég að sé bara þannig, hann er alveg búin að samfæra sig skilur að þetta sé. Þú veist, það er svona komið svona mikið á óvart þegar hann situr hérna fyrir fram á Sólveigu. Það var sláandi hvað það kom hann mikið á óvart. Og hvað bergmálshellurinn, þú varst bara í alvörinu búin að vera þar að þú hélst að þeir einu sem væri á móti vókinu væri Donald Trump og einhverju fasistar.
þú bara, ertu ekkert búin að vera hérna út á götu og bara svona tala við venjuleg fólk, skilur við? Já, ég get ekki undir þetta. En mér finnst það skemmtilegt hérna, að því sem veist mér líka svo, ég sá eitthvað hérna, ég kíkti á þetta og ég sá eitthvað komment undir líka og það var mikið verið að drulli yfir Hallgrím, sko, og drulli yfir þig fyrir að fá hann, sko. Aha, ég lesi þetta ekki, sko. Nei, ég gerði það yfirleitt ekki heldur, þetta bara, ég held að poppað upp eitthvað hérna, hvort það var Facebook, ein pæling eitthvað. Já, og þá fannst mér bara svona, hey, kids, skilur við. Sérstaklega ef að fólk er á sömu línu og þú, hvað ætli þið þá að fara að útskúfa bara frábært, skilur við? Já, hlustum á þetta samtal, það er geggjað, skilur við? Bara... mér finnst þetta svo skrítið, sko, því að ég neitt að hafði enga trú á því, að ég var mjög stressaður yfir því, að einmitt er að slaufunar, ég held að slaufunardæmið er náttúrulega ekkert vinstri hægri, sko. Það er eitthvað sem við gleymum mjög fljótt þegar það beinist ekki að okkur, sko. Ég hélt að það væri meira vinstri hægri, sko. Ég hélt að það væri bara þannig að eftir það sem ég fór í gegnum að vinstra fólki væri bara dálítið mikið þarna, en svo sér maður núna að hin hliðin þegar hún þetta er Sam og Naval Ravi hann tala skilur bara hérna, ef þú ert í því að setja reglur fyrir samfélagið, spurði þið alltaf hvernig myndi mér líða með þessar reglur ef að óvinnum myndi ráða yfir þeim. Og þá er svona þessir pendulsvingar og nú er svona, hægra fólkið að ná vopnum sínum og þá fara þau bara út, sko, líka. Skilur svona, nei, við erum einmitt á móti þessu í prinsipinu. Já, einhverju leiti samt, sko, ég var með MC Gauta ennum daginn og hann var eitthvað kvart yfir því eitthvað, það er svo mikið skautun ég eitthvað svona, nei, það er engin skautun, sko, og það er engin skautun og ég svo spurði hann, hversu oft ferð þú inn á kommentakerfi Vísis og byrjar bara að bladra þar og hann sagði aldrei, ég er ekki geðsjúklingur. Akkurat. Og ég svona, vel Akkurat. og þetta er engin skautun, þetta er bara, ég meina hugsaður að vera muslimi eða hindúi á norður Indlandi, það er skautun. Ég held að við þurfum að fara mjög varlega í það, við þurfum alltaf að tala þessi orð. Og ég held að það sé líka svo áhugavert er að þegar að þessir svona svo kallaði skautunar hópar er einhvern veginn að takast á, það held ég þetta sé oft, sko, annar er að tala frönsku og hinn er að tala finnsku, skilur við, þannig að þeir sem eru hérna, þeir sem voru bara hvernig gastu hugsa þér að kjósa Donald Trump, þú veist, en ekki Kamalu, og þá heldur þú veist að kjósa Trump að því þú hatar konur og þú vilt banna fóstureyðingar. Nei. Stærsta kosningamáli mitt var bara að skera niður hjá hana opinbera og mér fannst Trump líklegri til að gera það heldur en Kamala, en stærsta kosningamáli þitt var sjálfsákvörðunarréttur kvenna, þannig að við erum kannski bara sammála 8 af hverjum 10 hlutum, en við vorum ólíkar forsendur fyrir því hvers vegna við vorum að kjósa. Og sama hér, skilur, ég held að þessi rosalega mikið af fólki sem til dæmis er að kjósa miðflokkin, af því að bara miðflokkurinn er lang líklegastur til þess að vaða inn í þetta svaðalega matrix og það er bara endalaus útgjalda aukning. Og þeir bara halda áfram að skattleggja fólk út í hið óendanlega án þess að líta nokkuð tíman á okkar eigi bókhald. Það er rosalega margir, já, heyrðu, þú veist, ég er ekkert að kjósa miðflokkin út af einhverju regnbogafánum, ég er að kjósa það út af þessu. En svo er þú orðin maður sem er átt á móti, jafnvel bara á móti samkynhneigðum. Skilur, þannig er svona að við erum ekki að tala saman tungumálið. Skilur, og með svona áhugavert eins og með Hallgrím, skilur, að því það er svona, þú veist, getur þú reynt að setja því þau spor að þú værir kannski bara með aðrar forsendur fyrir því að kjósa og stærsta málið þitt væri bara það verður að skera niður hjá hinu opinbera. Hvaða flokkur er líklegastur til þess að, hvaða flokkur er búin að tala fyrir því, hvaða flokkur, ef það er stærsta málið þitt, þá ertu líklega að fara að setja X við miðflokkin eins og staðan er í dag, skilur. Það er kannski bara því þetta mál er þér mikilvægara en hinn málin. Já, svo er Sigmundur Davíð líka bara með mikinn trúverðuleika, þú veist, þrátt fyrir þetta vintrismál sem að ég held að reyndar sé byggt að stóran hluta á sandi, þrátt fyrir það hann hafði staðið sér frábælega í því viðtali. Já, mér er það bara einskilur það hérna. En hann stóð sig mjög vel sem forsætisráðherra. Hann náði, ég meina, ég fór yfir þetta daginn í viðtali. Nei, hérna, svona einræðu. Þar sem að Sigmar Guðmundsson og Heiðar eru að spyrja bara hvernig hann ætlar að fara að því að láta kröfuhafana borga sinn skerf. Og þeir voru svona hálfpartin að hlæja hann. Já. Hann tróð ofan í þá. Já.
Nei, ég held að það verði ekki tekið af honum hvað það var vel gert, sko. Nei, og bara margt. Skilur, og það var alveg mjög mikilvægt fyrir Ísland. Já. Ég sé alveg saman hvort úr með og móti Sigmundi, þá verður að gefa honum kredit fyrir það, skilur. Og það annað, það svona einhvern veginn, ef þú ert á móti einhverjum, þá getur aldrei að gefa honum kredit fyrir neitt. Nei, en svo er þetta líka bara, þú veist, það núna erum við að fara inn í þessar ESB-umræður, ég ætla ekki að tala um ESB í dag, en það bara liggur svo vel við núna, út af því það er alltaf líka að tala um skotgrafinnar. Hvað skotgrafir ertu að tala um? Á Íslandi er ekki skotgrafir. Hins vegar er það sagt, til dæmis eins og með ESB, að þá segi ég, já, ég tel að það sé ófýsilegt að regluverk sem að ESB telur að muni gera þau ósamkeppnishæf sé eitthvað sem að við séum að fara að innleiða hér að fullu. Og önnur manneskja kemur og segir, heyrðu, það er bara fullt af öðrum hlutum sem koma til móts við það, matvörur getur lækkað en það er endar út af því að lækkun tolla og það er margt sem að við myndum bæta ef við getum ekki fyrst skrifi átt af því að taka upp evruna. Og ég segi samt bara, já, nei, ég held að þetta vegi ekki jafn þungt, ég held að það sé ennþá óskynsalegt. Já, ok, þannig að þú ætla bara að festast í skotkrónum. Við þurfum ekki alltaf að vera sammála um allt, þannig að því þið ekki ef við séum með einhverjum skotgrafahernaði. Mér finnst það mitt áhugavert, því mér finnst alveg sama, þú veist, fólk sem er eitthvað núna, ef þú ert á móti Sigmundu og þú fyrir alltaf eitthvað hjakkast á vindris, þá bara svona, ok, hvað var það? Var þetta eitthvað aðalegt mál, eða? Var þetta ekki fyrst alveg bara lítill peningur og var þetta ekki konan hans og var þetta ekki bara það sem allir voru að gera sem áttu pening, skilur? Mér finnst það svona, og þá finnst mér hinum megin línuna, þegar fólk er einhvern veginn bara getur ekki talað um Þórð Snæ á þess að segja þýskastálið. Mér finnst það bara, hey, come on kids, skilur, ef ekki hætta þessu rugli. Ég sagði þetta strax í kjölfarið og það voru einhverja hægri menn pyrraður út í mig fyrir að við ekki slaufa Þórður Snæ. Já, og þá er ég að segja mér þetta, og svo tala um þessu skotgrafir. Hverjir eru það sem eru mest að því, þú veist, ég veit, þú vildir ekki tala um ESB, en förum aðeins inn í það. Já. Hverjir eru það sem eru mest að tala um skotgrafir? Mér finnst það ekki síst vera fólki sem vill segja já. Hvernig byrjuðu þið ykkar orðræði? Já, sko, ef þú vilt ekki kíkja í pakkan, þá ertu fíbl. Er þetta mjög svona málefnulegt, eða? Eða það fræða þjóðina. Nákvæmlega, skilur. Þannig ég myndi, ef ég ætti núna bara að vera svona ef ég hefði átt að vera PR-strategisti fyrir ríkisstjórnin og jáfólkið, að það er sagt, ef að svarið verður nei í ágúst, þá er ég með einfalda skýringu og bara mark my words ef þetta á eftir að gerast. Ef að svarið verður nei, þá held ég að sé út af því að þau voru of hrókafull og þau voru of mikið að reyna að segja, býttu að ætla að segja nei, þá ertu að hálfvita að þau vilt ekki kíkja í pakkan. Þá verður fólk líklega til að segja nei. Þannig að notiði smá sálfræði. Lokaríkjarið mín í háskólanum snerist viðhorf og hvort það sé hægt að breyta viðhorfum. Vísasta leiðin til þess að breyta ekki viðhorfi á fólki er að reyna að skikka hann til að hann eigi að vera á þinni skoðun og láta hann líða eins og sé hálfviti ef hann er ekki á sömu skoðun þá. Þá er hann alveg öruggur til þess að fara í vörn og festast ennþá meiri í sinni skoðun. Þannig mér finnst þetta svona einhvern veginn, ég horfði sem til móti bara það vantar pínu svona strategíu í þetta, skilur við. Þetta er líka annað í þessu sko sem mér finnst ótrúlega að fyndið að þessi sko hlaðvarpið er í samstarfi við fiskhúsið.is. Fiskhúsið.is er heildverslun fyrir veitingamenn sem vilja það ferskasta og það besta fyrir sína kúnna. Hvort sem það er fyrir veitingareksturinn, hótelreksturinn, mötuneytið eða hvað annað, þá ferðu inn á fiskhúsið.is til að sjá það gríðarlega úrval sem að strákarnir hafa upp á að bjóða. Ef að þú vilt hið ferskasta og hið besta, þá gerir þetta sjálfsögðu almennilega, ferðin á fiskhúsið.is. Það er ekki til sú spurning sem að strákarnir hafa ekki svarið við, þannig enn og aftur fiskhúsið.is til að fá ferskasta og besta fiskinn á landinu. Þeir sem eru hugnast ekki að fara inn í ESB og neyjarnir fara líka alveg í taugarnar á mér stundum með því að segja bara það sé allt hann í bálabrand og ræðilegt. En allavega, þá var mér sagt sko að þeir sem eru að móti eru að reyna að hræða þjóðina frá því að fara einhverja samningaviðræður og ástæðan fyrir því að við ætlum að fara inn er þetta því að það er stríð í Evrópu og Trump geti tekið yfir Ísland og Rússarnir geti verið að koma. Og hinn eru að hræða þjóðina og ég er svona, what? Einmitt. Algjörlega. Þetta er mjög áhugavert að pæla í þessu sko. Og já, ég þú veist, að því að ef að þú ert að koma þannig fram að þú sért manneskja sem er svona, það er svona, mér fannst já, ég var með Pál Magnússon fyrrverandi útvarpsstjóra
og þingmann hjá mér daginn og við hlóðum dálítið að því það er svona þegar Jón Gnarr mætti þarna og bæði við elska Jón Gnarr sko, en þegar hann mætti þarna í RÚV og var með ESB-sketsin þarna í Gíslamartinni það er svona undirlíkjandi já þið sem ætlaði að segja nei þið eru svona ómentað hiski já þið eru svona ómentað hiski og þið bara skiljið þetta ekki alveg basically bara þið eru hálfvitar og á ég síðan svo segir ég, þú veist, þannig að þú ert í annari línun að segja, ef þú ert ekki sammála mér, þá ertu bara algjör hálfviti, en í hinni línun ætlar að segja, en þú ert að treysta mér fyrir því að ég mun auðviti ekki skrifa undir neitt nema þetta verða alveg frá, það er svona, ástæðan fyrir því að treysti þér ekki er einmitt að þú ert að segja mér þessi hálfvita því ekki, þetta er svo mikið vanvirðing við fólk. Þannig ég er svona, þú veist, því meira sem að er svona þvermúsku púkin í mér, ef að ég er bara alveg hlutlaus því meira sem að ráðandi öll tala svona við mig, því líklega ég er bara x nei, að því ég vil ekki láta tala svona við mig. Það er líka svolítið stór vingill í þessu sko sem að er að mikið til í stjórnmálunum í dag og þetta er ekki einskorað við Ísland, heldur líka einskorað svona við ég ætla að taka svona vítt mengi frjálslynda miðju örlíði til hægri ákvæði til vinstri svona mengi stjórnmáluna í vestrænu ríkjum í dag sem að telja sig hafa svakalega góðar hugmyndir það hvernig aðrir að lifa svona lífi og þetta er eitthvað sem að er svo góð hugmynd að það er í rauninni fáránlegt að vera í andstöðu við mínar hugmyndir það hvernig þú er að lifa þínu lífi en vandinn er sá að ég held að grunnforsenda þess að þú sért að fara fram á það að ég í rauninni gefi mig á vald bæði þín og þess sem að þú telur að það sé betra fyrir mig er að þú ert að taka ákvörðunina. Það er ekki það að þetta sé ekki góð hugmynd og ég held að þessi svolítið vandi Evrópusambandsins núna er að það er ekkit endilega að þetta sé einhver hræðilegar hugmyndir þetta er bara ég er ekki samþykkur því að þú fáir að taka þá ákvörðun fyrir mig. Því að þetta er það er einhvern blöðum það að fletta að þetta er löggjafarvaldið, dómsvaldið og framkvæmdarvaldið að stórum hluta sem er flutt úr landi og það er bara staðan og við getum alveg sagt að já, kannski hafa þau bara betri hugmyndir en við en óháð því hvort að þær hugmyndir séu betri eða ekki að þá ertu að fjarlæga minn ákvörðunarrétt gagnvart því hvernig ég get hagað mínu lífi. Já, og einmitt, það er svona þegar að vera að reyna einhvern veginn að segja, nú sá ég eitthvað post eitthvað ég lasið ekkert mjög vel eitthvað ég gæri að fyrir þetta sem er að ganga eitthvað þú veist að við munum nú hafa mjög mikið vægi við borðið sko þú búin að sjá það? Nei. Það sem svona verið að tala að þetta sé nú alls ekki eitthvað en bara svona come on kids ef ekki bara vera heiðaleg með þetta við erum eitthvað 400.000 manna þjóð þú veist, ef það á að fara að keyra eitthvað í gegn í ESB heldur að koma einhver einn þingmaður íslenski þingmaður nei, heyrðu, ég vítóði þetta bara þetta er ekki að fara að gerast það verður bara valtað yfir þetta, skilur þannig að, ég held að það aftur ef ég er að reyna að selja þegar akkur þetta er að segja já við þessu ekki vera að selja þér eitthvað þvælu, skilur þú veist, haltu þið þá bara við ok, það er dýrt að vera að halda út í litlum gjaldmiðli það er stærðar hagkvæmni við að þú veist, mögulega munum við eiga auðveldara með einhvers konar frjálsa verslun og viðskipti, mögulega mun einhvers konar einokun minka. Það er allavega svona valid sölupúntar. Hversu valid svo sem þeir eru, en hitt er ekki alveg valid punktur. Þú veist, 400.000 manna þjóð mun hafa ofboðslega lítið vægi við þetta svo kallaða borð, ef eitthvað. Og það verður bara valtað yfir okkur. Ég var með Árna Helga áður en að þú komst. Þar var ég með þetta að ræða sko ekki söluvöru viðreisnar og ríkisstjórnar gagnvart Íslendingum heldur söluvöru Íslendinga gagnvart Evrópusambandinu. Það er að segja hverju við getum selt Evrópusambandinu segja. Og ég fór að hugsa þetta eitthvað sko, núna til dæmis talað hérna sjávarútvegsmálin og segjum svo að við myndum bara fá fullkomnar undanþágur frá sjávarútvegsmálunum og landbúnaðarmálunum. Við myndum bara fá allt fyrir ekkert eins og Jón Baldvin held ég hafi sagt þegar hann kom með EES-samningin heim. Þá velti ég fyrir mér sko, ok, við förum til Evrópusambandið og segja við ætlum að fá fullkomnar undanþágur frá öllum. Og ef Evrópusambandið er mjög spennt fyrir að fá okkur inn og segjum svo að þeir myndi hugleiða þetta, en þá væri þeir aftur á móti að vinkla inn í umræðina, en ég meina,
hvað gerist ef við samþykjum þetta á Íslandi? Bara fullkomin einokun á þeirra sjávarútvegsmálum og landbúnaðarmálum. Þá kemur Spán, þá kemur Portugal, koma Írar, koma allir og segja, fekk Ísland þetta? Við ætlum að fá þetta líka. Þá Evrópusambandið orðið obsolete, sko. Það bara forsendunar sem alveg saman hvernig þú lítur á málinu. Ég skil alveg Evrópusambandið út frá þeim forsendum. Að sjálfsögðu eru þeir ekki að fara að samþykkja undanþágur. Og það ekki út af því að þeir eitthvað alltaf fara að taka yfir völdin hérna. Það bara út af því að allur grunnurinn að þeirra tilvist byggir á því að þeir hafi aðkomu að þessum hlutum. Ég vil einmitt að því að það getur vel verið að ég hafi rámt fyrir mér, en alveg eins og með félag okkar sem að vildi ekki mæta til okkar hérna fyrir borgarstjórn. Já, Píratinn, Kristinn Jón. Já, einmitt. Já, ég meina það út af því að ég held að það var hægt að reikna þetta út ef við sögum hann og komst ekki inn. Já, einmitt. Það sama myndi ég segja, skilur, ok, þú veist, mér finnst það svo áhugavert að Kristrún og uppgangur samfylkingarinnar var klárlega ekkert að því hún væri að tala svo mikið fyrir Evrópusambandinu. Bara alls ekki. Hún var að ná vinsældum og flokkurinn var að ná vinsældum út af einhverju allt öðru. Út af svona bara, þú veist, það var mikil þreyta með ríkisstjórnina sem var þar á undan. Hún var að ná að tala einhvern veginn svona mjög skynsaman hátt ofan í fólk og eitt af því sem hún gerði í þeirri skynsemi var að segja við erum ekki að fara að kljúfa þjóðina með þessu. Svo þarna einn flokkur sem að fekk hann ykkur 15% atkvæðaflis. Já, 16% held ég. Já, að allt í einu þetta komið á dagskrá út af þessum eina flokki. Sko, flokkur fólksins að mælast ef ég að fara rétt með, hann að mælast fyrir utan þing. Já, 4%. Já, þannig að það augljóst að þessi vegferð ekki búin að vera góð fyrir flokk fólksins. Og aftur, alveg eins og ég segja hann, nú ég ekki að fara að segja saman við ríkin með þessi flokkar eru klárlega að fara að vera stórir áfram. Samfylkingin alveg áfram að fara að vera mjög stór og Kristrún búin að gera margt mjög vel. En ef þau hefðu vilja gera eitthvað til þess að bara ná í óvinsældir og mögulega eyðileggja gúdvilið, þá var það akkurat þetta. Þannig að þú veist, ef að það verður allt í hennu komið hérna bara eftir ár að ríkisstjórnin sé að springa eða bara hún sé sprungin eða bara eftir minnin ár, þá er það út af þessu, sko. Þannig að svona, þú veist, mér finnst það svo sérstakt, maður er stundum að pæli bara, var enginn sem segir á sem fundi, heyrðu, ég veit að þið fengu 15% og ég veit að þið eru í 8 stöðum, bara, við getum ekki farið þessa vegferð núna, sko. Þú veist, þetta enginn að biðja þetta. Ég get ekki munað eftir að ESB hafi verið eitthvað mikið á dagskrá síðustu árum. Var einhver að tala þetta? Nei. Og svo líka að tala hræðslu, sko, það alltaf að tala að það sé hættulegt að loka þessum dyrum og ég svona að rekna með þess fram í tíman á því, sko, ef það er hættulegt að loka þessum dyrum og segjum svo að við verum mögulega að setja, segjum svo að við segjum nei og ég vil í aðdraganda þess, ef að ríkisstjórnin fer að tala það allir með þess að EES-samningurinn gæti orðið fyrir einhverjum hnekkjum út af þessu, þá þarf þessi ríkisstjórn að viðurkenna það að þau drápu EES, sem svo að EES yrði úr sögunni, þá það á þessari ríkisstjórn að EES-samningurinn sé ekki fyrir hendi lengur eins og hann var. Þannig er ég komin langt fram úr mér, ég alveg að viðurkenna það, en aftur á móti út af því það alltaf verið að segja að það sé svo hættulegt að loka þessum dyrum og ég er svona, af hverju það hættulegt? Óbreytt ástand var ekkert eitthvað sem við vorum alveg brjáluð út af. Það var, það vissulega verðbólga, ekki atvinnuleysin sem þetta núna komið í kjölfarið og ofháu vextir og húsnæðismálunni í svolítum lamasessi. En mér finnst líka bara svona einhvern veginn, ef við erum að fara, þú veist, fyrst alveg er náttúrulega bara það sem að fólk lærir held ég eftir því sem að eldist, er að óvissa bara svona konstant í lífinu. Þú getur aldrei náð í fullkomu öryggi. Það er bara ekki, þú veist, því meira sem þú reynir að boxa þig inn í fullkomu öryggi, því meiri þjáningum myndu upplifa, því hluta lífinu er óvissa. Já, fullkomu öryggi er bara önnur hlið af fasisma, sko. Já, það er bara blekking, skilur. Það er ekki, að því einmitt, því meira sem þú reynir að kreista fram fullkomu öryggi, því meira ertu komin í eitthvað sem er alveg mjög sjúklegt. Hvort sem við kallum það sjúklega stjórnsemi eða fasisma eða bara sjúklegan kvíða eða eitthvað. Sko, já, því meira sem við erum að reyna, já, þannig að ef við förum í worst case scenarióð, talandi með svona ótta, það sé verið að menga umræðan ótta, ef við förum í worst case scenarióð sem væri þá bara mögulega Trump bara gengur gjörsamlega göflun, er Evrópa þá að fara að berga okkur? Þegar við förum bara alveg í worst case scenario, þá held ég hvort sem við séum fókt, sko.
þannig að við svona einhvern veginn ég er ekki alveg, þú veist, ef að það er sölupunkturinn ykkar aftur og ég fer bara inn í þann sölupunkt, þá meikar hann heldur ekki sens, af því að þú veist hernaðar máttu Bandaríkjanna er bara það mikið meður en Evrópa ekki bara að gera neitt, sko. Nei, allavega ekki bilið, sko. Ef þú ert að reyna að selja mér að ástæðan fyrir vegum að fara inn sé svo að það sé brjálaði maður að stjórna Bandaríkjunum og ef allt fara á versta veg þá verðum við að vera undir væng Evrópa, það mun taka Evrópu meir en 1-2 ár að komast eitthvað í nágrenni við Bandaríkin í hernaðastyrk, sko. Já, það tekur mjög langa tíma, sko. En þú veist, en hvað er þetta mitt, skilur við, þegar því þú ert nú að vinna podcast með Þórdís og Degi? Já. Þar finnst mér einmitt vera að tala svona fólk sem er svona Nei, þau eru búin að vera í sikkurum flokknum en mér finnst þú vera sammála um allt. Sko, ég er Þórdís Kolbrún einmitt ræddi þetta í síðasta þætti, sko, og þar var hann einmitt að velta svona vöngum yfir þú veist, Danir voru að senda blóð yfir til Grænlands og þau heldur að það kemur til hernaðarátaka við Bandaríkjamenn og svo var hann einmitt að segja, þú veist, það er ekki eins og ekkert sé breytt og staðan sé ekki breytt að einhverju leyti. Ég hef skilning á þessu, sko, en ég aftur móti hallast meira því sem þú varst að segja, það svona er Evrópa að fara að verja okkur fyrir innrás í Bandaríkjunum. Fyrsta lagi er þetta mjög svona fjarlægt en aftur móti ég skil 360 gráðunar 40 ár fram í tíman hvar allavega staðsett okkur og eitthvað annað en ég held að það að vera í Evrópusambandinu okkur í dag sé ekki það sem að við höfum að vera að stefna að og ég held bara að sé, þú veist, það er náttúrulega ekki vilja á þinginu en svo held ég að sé bara ekki vilja á þjóðinni ég held að þjóðin sé einhvern veginn ekki á þeim buxunum að vilja ganga í þetta og það sést alveg á veðböngum að þetta er að verða ólíklegra og ólíklegra. Er að verða líklegra en 50% að komi nei í ágúst bara við fyrstu spurningunni? Já. Það var, sko, stuðlinn á þetta var 2,7 nei og 1,5 já. Nú er það búin að snúast við. Það er svoleiðis. Nú er það 2,8 já og 1,5 nei. Það er svoleiðis. Og fyrir þá sem að skilja ekki alveg stuðla þá þýðir það sem það sé töluvert líklegra. Það var töluvert líklegra að kemur já, núna er töluvert líklegra að komi nei. Samkvæmt veðböngum. Og þá aftur myndi ég segja, þú veist, kannski er það því ég er með hennan bakgrunn í sálfræði eitthvað, ég horfið dálítið á hlutina með þeim glerum. Mér finnst sérstakt að vera já megin við borðið og vera ekki strax að spyrja og segja, heyrðu kids, við erum að gera eitthvað rangt hérna. Annars væri þessi stuðlar ekki að snúa svona við. Það er eitthvað, við erum augljóslega að þvinga fólki öfuga átt. Sölupunkturinn okkar er ekki að ganga upp hérna. Þannig við verðum eitthvað algjörlega kúvenda þessu, sko. Já. Að því mér stu bara að vera forherðast í því að þú sért bara ennþá meiri hálfviti að þú vilt ekki kíkja í pakkan. Þetta er ekki að virka, skilur. Venjulegt fólk er ekki hálfvitar. En það er kannski ekki með sömu skoðun á þú. En það er samt ekki hálfviti, sko. Ef þú ert með stjörnu í rúðinni eða þarft að fara í gegnum einhvers konar bílrúðu athugun þá ferðu að sjálfsögðu á polsen.is. Ég prófaði þetta sjálfur, var með stjörnu í rúðinni og fekk bílinn eftir örskamma stund og málið dautt. Ofan á það að veita úrvalsþjónustu í þeim efnum getur þú einnig fundið hið ýmsa á vefverslun þar sem bæði eru seldir varahlutir, ljósabúnaður, ferðavörur fyrir bílinn, reiðhjólavörur, smurefni og margt fleira. Þannig að ef þú ert að drolla við viðhaldið eða bílrúðuskiptin þá mæli ég bara með því að þú hættir því, farir hann á polsen.is og letir klára málið í dag. Já. Nei, þetta er góð punktur. Ég er líka bara einhvern veginn, ég næ, út af því að, eins og ég var að segja, neyjarinn er fara stundum líka í töðunan á mér. Mér er bara grunnforsetan vera svo, ég nefndi hverja með þessu þætti og ég mun gera það þangað til 29. ágúst. Hún er bara svo að þeir segja sjálfir að það regluverk sem þeir eru með fyrir hendi sé að gera það ósamkeppnishæfa. Núna á gervigreindatímum er mjög ólíklegt að það sé hagstætt fyrir 400 manna þjóð út af ballarhafi sem að þarf á miklum aðföngum innfluttum að halda og reiðum okkur gríðarlega mikið á mannauð. Það er mjög ólíklegt að það verði hagstætt fyrir okkur að fara inn í regluverk sem að þeir sem að bjuggu til regluverkið og nota regluverkið segja sjálfur að það hafa gert það ósamkeppnishæfa. Að við segjum hérna, já, nú ætlum við að taka þetta upp. Það, fyrir mér er það, ég er alveg til í fullveldisumræðina, ég er til í gjaldmiðlaumræðina, ég tek hana og mér er gaman að blaður hana, en þetta er eina spurningin sem mér finnst vega, ef að regluverkið væri að gera, ef að hagvöxtur og hagvaxta horfur, ég var með Birnu Ósk Einarsdóttur hérna fyrir nokkrum dögum og hún var einmitt að segja það að hún var að vinna hjá IBM Terminal sem er undir Maersk. Þeir voru hættir að byggja hérna hafnir í Evrópu
út af hagvöxtarhorfum bara meikar ekki sens að vera að byggja hafnir ef að staðan væri öfug þá væri ég jafnvel að hallast að jáinu ef að staðan væri þannig að hagvöxtarhorfur í álfunni væri þannig að regluverkið væri að fara að þannig að hagvöxtur á mann í Evrópu væri að fara að rjúka fram úr Bandaríkjunum þannig að þetta eina spurningin þar sem ég dett öðrum megin það punktur sko, ég held að þetta sé að hluta til rétt hjá þér en ég er að hluta til þú eru líka takin í myndina þú ert náttúrulega maður sem ert mjög mikið þú vinnur við að vera að taka pólitísk viðtöl og þú ert mikið að pæla í þessum hlutum ég held að sé rosa mikið af fólki sem er ekki að pæla í þessu svona mikið nei. Og þá held ég að félagssálfræðin skiptir svo miklu máli skilur að það er einhver bara stemningin er ekki í þessa átt skilur ég held að það sé líka að spila bara rosa stóra rullu að ég bara, þú veist, að myndi skoða hvað það var farið í þessa vegferð á svolítið skökkum forsend, það var enginn að biðja þetta og ef það er enginn að biðja þetta og þetta var einhvern veginn dálítið skakt þá byrja sölupúntaðinni líka að vera skakkir og þá nærði aldrei einhvern veginn að fara aftur að núlpúntunum til þess að bara selja mér af hverju þú fórst í þessa vegferð og tilfinningi mín fyrir að vera meira og meira byrja, herri, þetta er bara, af hverju voruð þið að fara af stað með hvað, þú veist, ég nægis ekki þetta meikar ekki sens, sko Nei, vandinn þannig er náttúrulega bara að verist til þess að vera með eina kúlu í byssunni sko. Það eru afarkostir sem að þau settu sér eiginlega sjálf við þessar stjórnar Já, meinur ef þú gerir þetta ekki núna þá getur þið aldrei gert það Já, ég held að horfa á þetta þannig Ég til dæmis til að sko ef að þau hefðu sett þetta á dagskrá fyrir næsta kjörtímabil og lagað efnahagsstöðuna þá væri bara horfurna frekar góðar sko. En þetta er og líka náttúrulega í ofanalag er ríkiskassin ekki að rétt úr kútnum og þau er öfugt horfur, við erum með Icelandair við erum með byggingamarkaðin, við erum með fullt af iðnaði sem er bara komin til þau höng, ferðamanni iðnaðurinn og fleira ef að þetta lagast ekki og þau segja, já, svo vil ég fá umboð til þess að fara til Evrópusambandsins það mun aldrei virka, þess vegna ótrúlega heimskulegt reyndar hjá neyjurunum sem er alltaf að segja sko, eða ekkert alltaf að segja maður heyrði þetta einstakarsinnum sem að neyjurinn voru að segja hérna, já, er mögulega staðan svo að ríkisstjórnin sé að reyna að setja okkur í það vonda ástand til þess að við segjum já í ágúst og ég bara, það meikar ekkert sens ég er mjög sammálað þessu þér svo ég minnist að Þór Brynjakarl ég man að hann sagði einu svona mig þegar hann var að þjálfa strákanu sinna þá sagði hann ég gerði alltaf þannig að þú veist að við þurfum að búa til innistæðu hjá dómaranum þannig að þú veist ef við erum í einhverju leik og við erum að gera einhverja villur sem skipta kannski ekki miklu máli og hann dæmir og það er eitthvað sem er búið að dæma þá vil það segja að þú veist réttið alltaf pönt og bara já mín villa skilur bara óniði villuna gerið það nóg oft þannig að þegar allt í hennu komið á síðustu mínúturnar þá eigið innistæðið ef þið farið að segja þetta var rangur dómur, skilur hvað það gerur að skoða þetta þá þetta er sangjart gæi, hann er allan leikinn búin að segja mér að ég hef rétt fyrir mér ég er búin að kaupa mér innistæðið þær og ég held að það sé skilur að ef að þú ert nýkomin við stjórnvölinn og fyrstu horfurnar eru bara keyra upp verðbólgu þeir eru ítundir ríkisútgjöld þetta virðist bara vera og svo ætlið þið að fara þeir eru ekki með innistæðuna þið þurftu fyrst að ná ykkur í innistæðuna með því að sína mér að þið getið haft tök á þessu hérna og gert þetta vel og þegar ég er svona, þá er ég kannski líka til að kaupa þetta ykkur, skilur Já, mér finnst það bara ég er alveg sammálaður, mér finnst þessi pæling með að það sé verið að reyna að gera ástandið verra, ég er alveg mér finnst það hlægilegt og það er einhvern veginn held ég það er svona, það eru neyjararnir fannir fram úr sér já, bara komnir í mitt svona bullrök sko. Já ég ætla ekki neitt með þessum konum að þær vilji gera ástandið en að verra sko. Nei, bara ekki séns sko. Það er ekki séns einhvern veginn endur við í Evrópu Já, ég vissi sko, í ástæðan fyrir ég líka sagði við ég vil ekki ræða Evrópu og ég vissi að við myndum fara á hana en ég vildi reyna að treyna þess lengi en mér varst það gott spjall hjá okkur samfélagsmiðluna og athygli og orgi hippa kakóserimóníu dæmi Já, kakóserimóníu næst hvort þeim að hafa hana hjá mér eða þér Verðum við ekki að vera á heimavelli á þér? Er það? Já, þú ert með líka sko, þú náttúrulega sýnir ekki hlustendum stúdíó. Það er algjört hippa stúdíó. Getum við ekki setta upp einhver á einhverju svona, ég veit ekki hversu lengi innan að sitja á einhverju hippa
mottu sko. Jú, ég getur örugglega bara fengið Eið til að koma og hann getur, þú veist, í byrjuninni getur hann tekið aðra kameruna og sett hann rýmið og meðan við erum að drekka kakóið. Svo setur það ayahuasca í mitt eða eitthvað? Nei, ég læt það nú vera. Hefurðu prófað það? Já. Hvernig er það? Það er mjög áhugavert. Mjög áhugavert. Geturðu lýst því? Það segja allir bara, mjög áhugavert. Það segja allir neitt. Nei, ég held að sumir hlutir eru þannig að þú eiginlega, þeir eru svolítið svona handan orða, sko. Þú veist, þetta er svona upplifun sem þú eiginlega lítilækkar svolítið með því að fara að tala um hana, sko. Já. En ég meina að ég þekki engan sem að ef þú farið í ayahuasca og finnst þetta alltaf ekki stórmerkilegt, sko, af því þú er svona það sem gerist hjá mér, sko, að maður fattar svolítið hvað maður veit lítið, sko. Já. Þú veist, maður getur alveg vita alls konar hluti með framheilanum og eitthvað, en það bara þú veist, eins og segja, þetta er eitthvað dót sem kemur á náttúrunni og allt í einn bara pína eins og það sé svona eitthvað hærri greindarúll í gegnum þig og þú veist, fara allt í einu skilning á alls konar hlutum, svo þetta mjög tímabundi ástand, sko. En það er mjög áhugavert, þú þyrftir nú að fá Harald einhvern veginn, sko. Það er mjög áhugavert þegar sko þrautreyndur geðlæknir sem er búin að vinna í fleiri en einu landi og mjög vel metin þegar hann segir bara að þetta er sko psychedelic, hann er í MDMA lækningum og svona. Hann er að stúdera allar þessar nýjustu rannsóknir og það sem þetta er að gera til dæmis fyrir hermenn, áfallastreitu hermenn, bara er ekkert sem hefur komið nálægt árangrinum. Og núna var Trump náttúrulega skrif undir það að það ætti að gera frekari rannsóknir og íbóka sem er reyndar svona, það er líklega sterkasta psychedelic af þeim öllum, það er planta sem vex í Afríku, en ópíóða fíklar virðast vera að fá bara 80% remission, sko. En það þarf að gera þetta undir réttari handleiðslu og þú veist, þetta er ekki djók, þú getur dáið í þessu, sko. En þegar að árangurinn úr svona fyrstu rannsóknum er svona, þá getur ekki bara sett á þau blindfold og látið eins og takir getri, sko, af því það er ópjóða faraldur í Bandaríkjunum og hann er svolítið búin að færast yfir en vestræna heim líka, þannig að þetta er áhugavert, sko, það er áhugavert að sjá og nú er hefur eitthvað skoðað Brian Johnson. Nei. Gæjan sem er að mæla allt, hann er búin að eyða mörgum milljónum dollara í að mæla sjálfa sig, þú veist, og hann er á hennu fullkona mataræði og markmiðið hans er að vera að deyja ekki. Já. Milljónamæringur, sko. Og hann er að gera alls konar tilraunir með, þú veist, með sánu, með æfingar, þú veist, og samkvæmt honum eitt af stærsta, það hætti að borða mjög snemma, sko. Þannig að þú sért með marga klukkutíma fyrir svefnin í fríi frá því að melta, þá bara hvílist taugakerfið miklu betur. Hann er núna búin að taka sveppatripp, sko, og niðurstöðunar hans voru bara að það er ekkert sem að sína bara hvernig, hvað heitir resting heart rate, bara hvíldapúls, bara hvað hvíldapúlsin droppa mikið niður, bara ákveðinu markarir í taugakerfinu, að það virðist ekkert sem að hann er búin að vera að prófa geta gefið þér jafn mikla djúpslökun í taugakerfinu eins og sveppur, sko. Hlaðvarpið eins og þið vitið er í samstarfi við Harðfisksverslun Hrafnadals. Nú er ég búinn að selja töluvert af þessum gæða harðfisk og hafa viðtökunar verið hreint út sagt ótrúlegar. Þetta er valsað upp á gamla mátan, sjósaltað og kemur til þín ferskt. Nú býð ég bæði upp á ísu og steinbít sem að kemur á roðinu, alveg eins og þú vilt hafa hann, þurrkaðan að sjálfsögðu í vestfirsku fjallalofti og eins og ég segi, viðbröðin hafa verið vonum framar þannig að ég þarf ekki einu sinni að vera í neinni væntingastjórnun. Sendu e-mail á hrafnadalur@proton.me en hlekkin og verðupplýsingar má einnig finna í lýsingu á þessum þætti. Þannig að þú veist, ég skil alveg að fólk geti dæmt þetta utanfrá út af ákveðnum stereotypum sem er í þessu, skilur. Ég er alveg með því, skilur, einhver hippalingur í kundalíni galla sem að virðist ekki vera með mikla stjórn á lífið sínu. Þannig að það sem seldi mér þetta í upphafi var bara, ég satt fyrir framan Harvard-prófessor sem var búinn að vera svo þunglindur að hann var suicidal og hann sagði bara MDMA bjarga lífið mínu og ég man bara, ég sagði, ok, hver er ég til þess að véfengja hans reynslu að þessu? Þú veist, þetta gerðist hjá honum og hann er að horfa í augun og mér að segja það, skilur, og þetta er ekki þetta er ekki augljóslega maður sem er, þú veist, svona annar allavega búin að gera eitthvað að viti í lífinu og þá svona, þú veist, þá var einhvern veginn sem ég tæki meira mark á því heldur en það kæmi úr hippageiranum, sko, þannig að þetta verður alveg áhugavert þegar þetta fer að mainstreamast meira. Já, ég sá þannig einhverja heimildamyndi með MDMA og herrmennið mitt, sko. Þetta er alveg áhugavert, en áður en að fjölmiðlanefnd fer að hjóla í mig fyrir að auglýsa eiturlyf. Heyrðu, ég var að fá póstfræðum. Þeir vil ég skráa mig. Yes, þú kemur með okkur í baráttuna. Ert þú búin að neita skráði?
Já, Ennþá? þú skráir það ekki heldur. Hvar stendur þetta? Við erum bara hjólið í þetta. Ég ætla ekki að fara yfir útlýsing, ég skal segja þér þegar við hættum að taka upp. Okay. En hérna, ég er enda með nýjan samstarfsaðila sem er kaldi léttbjór. Góð. Og segjum þetta gott. 0%. 0%. Sölvi Tryggvason, takk að það fyrir að koma þá næst.